gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Góðan daginn, áhorfendur góðir. Við erum mætt í útsendingu frá Akureyri þar sem stærsti leikur sumarsins í inkassodeildinni KA gegn Þór fer fram. Ég held ég þurfi ekki að fara mörgum orðum um það hversu mikilvægur þessi leikur er, en eins og staðan er núna þá sitja KA á toppi deildarinnar með 23 stig og Þórsarar eru 4 stigum eftir KA með 19 og jafn í Leikni. Ég ætla að byrja þetta aftur fyrir ykkur áhorfendur góðir. Við erum á Akureyrarvelli, það er laugardagur 16. júlí, klukkan er
4 mínútur í 4 og framundan leikur K.O. Þórs í innkassadeildinni. Þetta engin venjulegu leikur, dömur og herrar, þetta stærsti leikur sumarsins og það ekki neinum blöðum það að fletta hversu mikið undir. Það ekki bara fyrsta sætið í innkassadeildinni eins og staðan núna, heldur það Bæjar stoltið og Monti-rétturinn. Fjölmargir áhorfendur hafa lagt leið sín í stúkunni í dag og von á fleiri, mér sýnist töluvert biðröð hér fyrir utan. En við sjáum að byrjunarlið K.A. talsvert breytt frá því síðasta leik. Við kannski rennum lauslega yfir það, en í markinu stendur Srdjan Rajkovic Rajko, hægri bakverði Hrannar Steingrímsson, vinstri bakverði Ívar Árnason, miðvörður Davíð Rúnar Bjarnason og Callum Williams. Guðmann Þórisson glímir við meiðsli. Á miðjunni eru þeir Alexander Trinsic og Archens Nkumu, en það einmitt Ásgeir Sigurðsson sem glímir meiðsli, þannig að Almar Ormarsson settur á hægri kantinn, Júrai Grisel á vinstri og Hallgrímur Steingrímsson í 10. Elvar Árni Aðalsteinsson fremsti maður K.A. Á bekknum á K.A. eru þeir Fannar Hafsteinsson, Halldór Hermann Jónsson, Ólafur Aron Pétursson, Pétur Eða Kristjánsson, Orri Gústason og Bjarki Þór Viðarsson. Lið Þórs, þær eru númer 28 fyrirhundi leikmaður K.A. Sandor Matus, númer 3 Bjarki Aðalsteinsson, númer 4 fyrirhundi leikmaður K.A. Gauti Gautisson, númer 5 Loftur Páll Eiríksson, númer 6 Ármann Pétur Ævarsson, númer 7 Jónas Birgir Sigurbjörnsson, númer 9 Jóhann Helgi Hannesson, númer 10 fyrirhundi leikmaður K.A. Sveinn Elías Jónsson, númer 13 fyrirhundi leikmaður K.A. Ingi Freyr Hilmarsson, númer 22 Reynir Már Sveinsson og númer 27 fyrirhundi leikmaður K.A. Gunnar Rúnar Stefánsson. Varamenn eru Aron Birkir Stefánsson, fyrirhundi leikmaður K.A. Kristján Björnsson, Hákon Ingi Einarsson, Jakob Snær Ráðarsson, Guðni Sigþórsson, Bessi Víðarsson fyrirhundi leikmaður K.A. og Alexander Ívan Bjarnason. Þannig að töluverðum fyrirhundi leikmaður K.A. í liði Þórs, en ekkert sem ætti að koma óvart í uppstillingunni. Við sjáum að liðsstjórn K.A. hefðbundin, túfaði þjálfari Óskar Brag og Eggert Sigmunds, honum til aðstoðar, Petar og Anna Birnir á sínum stað, Helgi Steinar sjúkraþjálfari og svo hann Guðmann Þórisson reynslubolti í liðsstjórninni. Hjá Þór Donni þjálfari, Halldór Jón Sigurðsson og honum til aðstoðar Hlynur Birgisson, Ragnar Stojanovic, Sigurður Marlon Kristjánsson og Orri Sigurðsson sem báðir eru meiddir í liðsstjórn, Haraldur Ingvarsson líka liðsstjórn og Hannes Bjarni Hannesson sjúkraþjálfari. Dómararleiks í dag Pétur Guðmundsson, lögreglustjóri og honum til aðstoðar Smári Stefánsson og Þórður Arnar Árnason, eftirlitsmaður Bragi Bergmann. Dömur og herrar, þetta rétt í þann mund að hefjast. Við fáum kick-off eftir innan 2 mínútna og það allt undir hérna í dag. Frábært fótboltaveður 20 gráður, bærist ekki hár á höfði og hér hafa leikmenn ekki við neina kvarta, það bara svoleiðis. Á leiðinni til mín hinn gullfagri og yndislegi Sigurður Skúli Eyjólfsson. Hann mun sjá að lýsa herrlega hittunum með mér í dag. En eins og ég sagði áðan í upphafi útsendingarinnar, það þarf ekki að fara mörgum orðum mikilvægi þessa leiks. Það finnur það allir bærinn, það finna það allir leikmenn, það finna það þjálfarar. Þetta eitt sá mikilvægasti fyrr og síðar. Við sjáum að það eru töluvert fleiri K.A.-menn en Þórsarar í stúkunni. Við sýnum Þórsarar hafa verið seinni til á völlinn. En þetta allt að koma. Það verður þétt settinn pallurinn hérna hjá okkur eftir. Eins og ég sagði þá glíma þeir Guðmann Þórisson og Ásgeir Sigurðsson við meiðsli. En Guðmann fekk slink á hnéði gegn Selfoss. En Ásgeir fekk slink á öxlina gegn Grindavík. Þannig að þeir eru báðir frá vegna meiðsla. Og býð ég þá hér með velkomin til leiks með mér hinn ívifagra Sigurður Skúli Eyjólfsson. Velkomin til leiks Skúli og gaman að fá þig. Takk fyrir. Þetta eitthvað Skúli. Þú nú spilað nokkra leiki sjálfur eða ekki? Jú, nokkra leiki. Og hvernig stemmingin? Hvernig tilfinningin að vera kick-off núna? Það alltaf fyririldi sko í manni. Já. Og maður kannski náði ekkert að sofna nógu fljótt daginn fyrir leik líka. Akkurat. Og maður veit að allir bærinn mætir á svæðið og sjálfsög vill maður alltaf vinna Þórsarana ef maður K.A.-maður og svo vantar öfugt. Það nefnilega svoleiðis. Og það mikið undir í dag. Liðin í fyrsta og öðru set deildarinnar með 23 og 19 stig. K.A.-menn sama hvernig leikur það verða K.A.-menn þá toppnum á lokinni fyrir umferð. Já. En það lengi tapað þessum leik samt. Nei. Það eitt sko að það eru stig í boði og svo það líka að geta að lifa hérna næstu vikuna í bænum. Það bara svoleiðis. Og ég fór yfir fyrrum leikmenn K.A. í Þórsteinn, þeir eru fjölmargir. Og það væntanlega fyririldi á þeim eins og öllum öðrum. En Þórsar að byrja hér á ágæti sókn. En Skúli, K.A. fekk 60 sem töfum viðregnum fyrra. Unnu 1-0 á heimavelli og 3-0 útivelli. Heldur það eitthvað að segja í dag? Já, ég veit það ekki. Nei? Það var tök á Þórsurum eða hvað?
Þórsarar eru búin að tapa 2 seinustu leikjum og öðrum leiknum mjög illa. Töpuðu 5-0 mútið Grindavík í þessi stöðum fyrir og töpuðu 2-1 fyrir Keflavík á heimavelli í síðasta leik og það er erfitt kannski að koma tilbaka úr þannig leikjum á meðan K.A. vann Fjarðabyggð heimavöll og gerir jafntefli við Grindavík. Það er spurning hvernig Þórsararnir vinna úr því, hvort þeir koma hérna dýrvittlisur leikinn með svona alveg gjörsamlega upp við vegg. Það er bara svoleiðis. Eða geta svo sem ekki, maður veit ekki. Nei, en þetta verður 90 mínútur af skemmtun. Í fyrra voru komin rautt spjald og mark eftir 15 mínútur, sjáum hvað gerist núna. Hér er það Gunnar Örvar fyrir leikmaður K.A. í baráttunni við félaga sinn Ívar Örn Árnason sem vinnur boltan á honum. Það eru nokkru fyrir leikmenn K.A. í húsliðinu. Heldur betur, þeir eru, já ég telja það, 1, 2, 3, 4, 5 í byrjunarliði og 2 á bekknum. Það eru háværi stuðningsmenn, þetta er svona átt að vera. Þetta er svona átt að vera. Mjölnismenn komu saman og komu á traktor og heivagni hérna, á það ekki? Jú, þetta er ekki fyrst skiptið. Þeir komu í svona opnum vagni en K.A.-menn hittu upp á bakbakka svo röltu á völlinn. Þannig að það er strax byrjað bandir í stúkunni. Sjáum K.A.-menn í sigri hlutanum og Þórsararnir í niðri. Það er svoleiðis. Hér kemur langur bolti fram hjá Davíð Rúnari. Elvar Árni býr skallaboltan við Loft Pál. Og Loftur Páll fer niður. Og Archie kallaði á vettfang. Pétur vill eiga við hann orð. En að gaman að fara við þegar liðið mættu síðast var það í Kjarnavarsmótinu í vetur sem Þór höfði betur. Hvernig voru það? 2-1? Eitthvað svoleiðis já, ég man ekki nákvæmlega tölu. Eina sem ég veit það voru 3 leikmenn K.A. út af meiddir í leiknum. Já, það var ekki góður leikur. Það var erfiður leikur. En það er í lagi með Loft sem betur fer. Og hann býst sjálfur við að taka spyrnuna. Loftur leikur sem miðvörður hjá Þór. Og hann kemur boltarinn upp á Gunnar Örvar sem er í baráttunni Hrannar Björn. Davíð Rúnar skalla hennan örugglega út af. Ingi Freyr vinstri bakvörður Þórsara fyrir leikmaður K.A. býst við að taka innkastið eða hvað, nei. Jónas Björgvin, hann getur sennilega kastað langt. Hann hefur farið í kennslu á Aroni, jafnvel. Hann hefur verið í kennslu á Aron Einari. Og hann býst við að taka innkastið. K.A. með stillu upp múra fyrir teginn. Hér kemur innkastið. Það er langt inn á teginn og það er Hrannar. Nei, Ingi nær honum. Út á, nei, er leina að leika á Almar, gengur ekki hjá Inga. Og þeir vinna annað innkast. Alveg út í hotfána. Hér kemur innkastið. Það er inn í teginn Sveinn Eilarsson að skalla Hrannar, skalla frá. Þórsar að byrja ágætis pressu hérna á K.A.-menn. Ingi Freyr í baráttunni Almar og missar hann út á K.A. þetta innkast. Þórsararnir er mjög sterkir í loftinu, í tegnum, þannig að það er... Þeir eru með Gunnar Örvar og Jóhann Helga, þeir reyna mikið að löngu bolti minna, það hefur verið þeirra taktík í sumar, það er spurning hvernig K.A. tekst að loka á það. Hér er á loftu með sendingu, Alexander tekur hana, Elvar í baráttunni, þröngt, það er margir sem þrengja á honum, þá er það Reynir, hinn hárprúði, inn á teginn, það er Ívar Aleit, skalla frá, Almar með Inga í bakkinu, skalla lengra, Reynir aftur á, já, Bjarki Aðalsteinsson, númer 3. Sýnist Þórsar að vera að spila með 3 miðverði. Þarna losa K.A. pressuna örlítið. Almar með góðan tíma. Almar möguleik, og svo Almar reynir sendinguna, reynir aðeins í baráttunni. K.A. tapar þessum bolta, Jónas á miðunni með langar sendingu fram. Jóhann Helgi elti Davíð Rúnar og Davíð Rúnar skallar aftur á Rækó, vel gert af Davíð og Rækó með boltan. Það er mikið læti í stúkunni, Skúli. Það er mikið læti í stúkunni. K.A. með töluvert fjölmennari í stúkunni. Svona í stúkunni allavega, en við sýnum að vera fjölmennari á leiknum líka. Elvar vinnur skallaboltan, einhver misskilningur á Þórsurum og þeir losa samt. Það var Sveinn Elías þeirra besti maður, hægri kantmaður. Sendingu beint í lappirnar á Trínsits. Trínsits horfir á Hallgrím og kemur langa sendingu, frábær sending. Nú er Hallgrímur einn gegn Lofti. Hrannar tilbúinn í bakkup uppi. Hvað gerir Hallgrímur? Hann er góður í stöðu, þetta er upp á staðan hans. Leitar á hægri og vinnur hornspyrnu, fyrsta hornspyrna leiksins. Þrátt fyrir ítrekkar auglýsingar er fólk ennþá að bíða í miðasölunni. Þannig að það fjölgar bara hjá okkur.
Það er ekki allir konur á leikinn. Ekki allir konur á leikinn. Og það er Hallgrímur sem ætlar að taka þetta sjálfur. Þú sagðir að Þórshafnir væri góður í loftinu, við erum með Háakseli líka. Þannig að fyrstu leikhatturinn eiga til að vera dóminandi í dag. Gefum við spilnan. Hún er í tegin Elvar. Með skallan yfir markið. Þetta tegja svolítið í einu bolta. Þetta tegja sig. Náði ekki nú á föstum bolta á markið. Og náði ekki að halda hann niðri. Mjölnismenn fremstir í brekkunni. En mér sýnir þetta að hluta til að vera gömlu góðu Mjölnismennirnir frá því 2008 og 2009 þegar saggarnir voru héttu, það er gaman að þessu. En hér er það Trínsits. Gunnar Örvar í baráttunum, hann vinnur boltan en hafði beint á Callum. Ívar með tíma út til vinstra megin. Jón Helgi pressar. Ívar reynir að finna í lappi, gengur ekki. Sveinn Elías lesa þessa sendingu og svo opna bók. Og hann reynir langan, þeir reyna aft háa bolta. Þórshafnir, þetta er vel gert. Gunnar Örvar og Jónas Björgvin. Jónas Björgvin gegn Callum, frábærlega gert hjá Callum og Alexander losar. Þórshafnir með pressu. Þarna kom Alexander í tæklingu og þetta er sennilega fyrsta gula spjald leiksins en þeir liggja allavega Þórshafnir. Ingi hefur meitt sig eitthvað þarna. Hann fer í vasan Pétur og lyftir gulu spjaldi. Þetta er vont strax eftir 7 mínútna leik að fá gult spjald á Alexander. Almar spjalla við Pétur, lögreglustjóra. Þórshafnir í ágætisfæri. Já. Þeir vilja fá þessi fyrstu leikhattur. Jónas ætlar að taka aukaspyrnuna. Líklega kemur hann meðan Ingi stóð upp og ekki meiddur allavega. Nei. Hér kemur spyrnan eða hvað, já. Pétur gerir sig kláran að flauta. Hér kemur spyrnan. Hún er vond, hún er léleg. Og Rækko grípur þennan. Jónas vildi sennilega gera betur þarna. En Rækkovic er kongur ríkisinn í tegnum, setur boltan niður, Jón Helgi pressar, kemur langur frá Rækko. Þetta er ekki á neitt káfamann, heldur Bjarki Aðalsteinsson skalla frá Callum, út á Ívar sem fær tíma á boltan. Túfa lætur hann vita, hann fær tíma, Túfa nátti í jakkavötunum eins og venjulega. Kemur langur bolti, Gauti Gautak skalla frá. Sveinn Elías inn á miðuna, þar er Alexander, einn á Eiðung sjó. Finnur Archie væntanlega á Hrannarinn út í hægra megin. Almar og Hrannar báðir hérna hægra megin, hvað gera þeir? Archie í lappir, Archie og Alexander. Káamenn eru að leika sér fyrir framan teig Þórsara. Júræ, einn á móti Sveinn Elías. Júræ er góður í fótbolta og sjáum hvað hann gerir. Hér kemur krossinn og það er Sveinn sem kemst fyrir hann. Og þetta er Júræ, tekur hann aftur. Hann er með Ívar með sér. Tekur hann fyrir með hægri. Og það er Hallgrímur en... Góður bolti. Flottur bolti, vantaði bara menn á teginu og Ká. Og hann fór ekki eins og út af, þannig að það er bara Ingi... Jó, fór aftur fyrir. Þannig að það er Sandor sem ætlar að búast að farga á marki. Sandor spilaði ekki náma 15 mínútur í heimaleik K.A. í fyrra en fekk rautt spjald fyrir að brjóta að lögðarna. Hér kemur spyrnum á Sandari og hann skoraði með sjálfsmark sennilega í seinni leiknum líka. Alexander í baráttunni Gunnar og Davíð uppi Jóhann. Jóhann Helgi sterkur, Hrannar gegn Jóhanni. Vel gert af Hrannari og Jóhann fær aukaspyrnu. Þeir taka hana hratt, Pétur leyfið þeim það. Pétur setti flautuna upp í sig. Já, kjóstu við að flauta þarna en hætti við, en Þórsara vinna á hornspyrnu. Jónas ætlar að taka hana. Jónas. Þeir fylla teginn Þórsara af rauðum, eða hvítum skiptum, hér kemur spyrnan. Þetta er á fjarstöngina, Gauti fyrir markið, þetta er hættulegt! Reynir, en Archie bjargar. Þvílíkt auðafæri. Já, þetta var... Leikurinn getur sannarlega unnist á fyrstu leikadröðum. Það er engin spurning, það eru náttúrulega þetta frábælega gert hjá Gauti, hann á fjæðir að skalla hann aftur fyrir. Sýnist Hrannar að það fengi högg hann aftur á línu og kvenka sér. Það er saman gerir Gauti senastur leik, þegar hann laði hann á Gunnar Örvar. Já. Á móti Keflavík. Ingi Freyr tekur þessa spyrnu og hún er fyrir markið. Rækko upp í boltan, grípur hann vel gert til Rækko og fær hann að Gauti á sig. Gauti biður hann afsökunar, enda ekki nema sennilega 6 vikur síðan Gauti var aðeins með honum.
Rækó liggur ennþá og það er spurning hvort að Helgi Steinar fái leyfi til að koma inn frá Pétri eða hvað. Fekk Gauta ón á sig, einhvern veginn? Já. Það ekki. Markmennir þekkja nú vel þessa leiki. Það var spilað í Sikuru liðinu fram og tilbaka. En Rækó harkar á sér. En hér kemur Rækó, hann er klár í slaginn. Og hann spyrði væntanlega langt á hausinn á Alexander ef ég þekki þetta rétt. Og hér kemur spyrnan og það er Alexander. Og svo Júra í baráttunni við Gauta, rangstæðar flögguð á Hallgrím. Já. Klaufaskapur á kámanum. Það er svolítið klaufalegt að vera rangstæður í útspaki. Mjög klaufalegt að vera rangstæður í útspaki. En það getur gerst, Það er svoleiðis. Þórsar virðast að byrja leikinn aðeins betur en káman hérna. Einhverjar 12 mínútur búnar að leiknum. En hér er Gauti með nefnstu línu. Gauti sendir hann fram á Gunnar Örvar, þetta vinnur Kallum á Ívar. Ívar fram á Hallgrím, vel gert hjá Grímsa. Grímsa á Alexander og Júra inn á Elvar í baráttunni síðan þá við. Nei, hætti við að elta alveg á fullu. Þetta er Bjarki Aðalsteinsson sem sendir boltan beint út það og þetta innkast eigum við. Og þá verður Ívar kallaður á vettvang, langkastari. Ívar kastar honum fram á Júræ, en þarna Sveit Elías les þetta vel. Og Júræ brýtur á Svein eða hvað, nei. Sveit finnur Jónas og Jónas með hálofta bolta fram á Jóhann Helga sem fer í baráttunum við Davíð. Davíð vinnur boltan og fær aukaspyrnuna, vel gert hjá Davíð. Jóhann Helgi fær hann eitthvað högg á ökklan. Eða hvað, nei, veit ekki hvað það er. Datt skónum eða ekki? Jó, sýnist það. Þannig að leikurinn er stöðar meðan að Jói klæði sér í skóinn. Já. Það var nú ekki platar upp á skónum í þetta skiptið? Ekki þetta skiptið. Það steig bara aftan á. Og vonandi bara ekkert í þessum leik. Jói tekur sér góðan tíma. Kallum hjálpar honum fætur. Kallum tekur hann stutt á Davíð. Og Davíð reynir að finna lausa mann. Leitur út á Júra á kantinum og í baráttunni við Svein Elías. Frábær bolti hjá Davíð. Út á Hallgrím. Hallgrímur á fjárstungir, hörr Almar. Nei, beint í hennar á Sandori og Sandor grípur þennan. Þetta var frábær sending á Davíð í hornið á Júra, vel gert. En það er stutt hjá Rækó á Manna. Nei, fyrirgefðu Sandor á Manna. Manni með alveg hræðilega sendingu. Spurning hvort hann var að fá sér í gær. Nei, ég veit það ekki. Hann var eitthvað í götubotni, ég get það þetta. Þú varst á götubotni? Ég var á götubotni. Já, þú varst á götubotni, já, gott. En Hrannar tekur spyrnuna. Elli með mann í bakkinu, kemur hann á Hallgrím. Hallgrímur, leikur á 1. Tekur að rása upp kantinn, hann er snöggur Hallgrímur, vel gert hjá Grímsa. 2 í sér, leikur á að báða, nógan tíminn að senda fyrir. Ansi langur hérna. Alexander, Ívar Örn býður sér úti. Erfitt, Ívar Örn með sendinguna fyrir. En Þórsar að bjarga og Gauti reynsa frá. Beint út af innkast. Það er stress í leikmönnum. Já, það er lítið það er hvort liðar ná mörgum sendingu sín á milli. Og lítið var að spila út af vörninni. Já. Það vill enginn gera mistök í þessu leikskóli. Nei. Hrollurinn kannski fer mönnum þegar líður leikinn. Já. En til að byrja með erum menn alvasa frekar langt. Það er bara svoleiðis. Það er ennþá byrjuð miðjursölinni. En hér kemur langur bolti frá Ívari. Elvar missir á skallanum en Ívar fær hann aftur. Jónas Björgum gerir, nei, Ívar gerir bara mjög vel að halda honum. Ívar og Júræ saman út til vinstra megin gegn Svein og Gauta. Júræ tekur finturinn á kantinn, gefur hann fyrir. Þetta er Bjarki sem reynsa frá, Archie með nóga tíma. Finnur Hrannar hægra megin. Hrannar með smá tíma til að gefa fyrir. Og það gerir hann, þetta er innkast. Nú þurfum við að nýta okkur innkastinn, Hrannar getur kastað langt. Hrannar með hann stuttan á Almar. Almar og Hrannar 2 gegn 1, þetta er ákjósanleg staða. Hrannar sendir hann fyrir. Á fjær, þetta er ekki sérstakur bolti. Sveit Elías fer niður. Það er gamla reynslan. Gamla reynslan af Sveini og fær aukaspinnu. Júra ekki sáttur. Gauti tekur spyrnuna. Það er langur bolti fram. Engin breyting þar á. Og það er Ívar sem er einn á því sjó. Skallar hann. Ekki sérstakur skalli. Ívar er beint á Jónas Björgvin. Jónas gegn Alexander. Og þetta var vel gert á Grímsa. Vann boltan og Gauti fær pressa á sig. Losar hann fram.
Callum á Archie, Archie mann í bakkinu, finnur vonandi einhvern til lappir hana. Já, vel gert hjá Archie, Reynir dæmdur brotlegur, inn hárprúði. Það erfitt að ná boltanum Archie, hann skýlur honum vel og... Mjög vel. Stuttaukarspinn tekinn á Callum, Ívar með hann. Ívar finnur Elvar í lappir, Elvar reynir að setja hann á Júræ. Tekst ekki, Júræ kemur hún samt í pressuna. Sandor með boltan fram á miðuna. Hrannar. Og það baráttan Elvar gegn Manna. Þetta hörku stöðubarátta, þetta dæmt á Alexander. Mér sýnist Þórsar ætla að fara niður þegar Alexander kemur nátt, hendur hann á spjaldi. Hann á spjaldi og heyrur klókir. Hér kemur langur bolti. Hrannar gegn Inga. Ingi vinnur boltan upp á Jóa. Jóhann Helgi með Davíð í bakkinu. Hér kemur fyrirgjöfin. Þetta Gunnar Röður í teiknum. Ívar 1 skalla frá á Hallgrím. Alexander, nú sækjum við hratt, nú þarf að finna sendinguna. Nú væntanlega gullspjald á Manna, já. Þetta akkurat það sem við vildum. En Hallgrímur liggur sárþjáður eftir viðskipti með Jónas Björgvin. Hallgrímur ætlaði að reyna að losa boltan frá Jónas Björgvin, veit ég hvort það var á undan eða hvað, en sólin á Jónasi fór beint í leggina á Grímsa. Það er komið gullspjald á sitthvort liðið. Manni hún fengið 1 og 1 rauðarspjaldi og er komið gult snemma, Já. Manni kom með gult og Alexander kom með gult líka. Þannig að það er stuttur boltar Hrannar. Hrannar með tíma, finnur Elvar félagi sem Rósavík. Elvar tekur vel á móti boltanum með Bjarka í bakkinu. Bjarki heldur í Elvar, Hrannar kemur í hlaupi, fær fyrirgjafa tíma og það er hornspyrna. Annað horn K.A. í leiknum. Þórsar er einnig búinn að fá 2 horn. Það er svo gott veður hérna hjá okkur Skúli að það hreyfist ekki hár á höfði. Nei, þetta er besta fótboltaveðri sem við getum fengið. Það er 20 gráður að það er sólinn sést ekki einu sinni. Það er logn, skýjað og heitt. Það er bara svoleiðis. Hér kemur spyrna frá Júræ, nú viljum við sjá bara mark. Ég held að Ívar skori núna, hér kemur boltinn á fjær. Þar er Ívar í baráttunni. Nei, Manni vinnur þennan, Jónas tekur hann niður. En Grímsi vinnur hann, Jónasi vel gert hjá Grímsa. Almar upp í horninu á Ívar. Nú þarf Ívar að koma fyrir. Nei, lendir á Manna þarna. Og það er enga veginn nógu góð hotspinna. Nei, hún var allt of löng. Allt of löng og Sandor með stuttan bolt á vörðinni í fyrst skipti í dag. Og þá er það Ingi upp í vinstra megin. Júræ kemur í pressun á hann. Ingi fær tíma á boltanum. Júræ þarf að ná honum. Hrannar gegn Inga. Og það kemur boltið fyrir, hann er ekki góður en Ívar verður að passið maður í honum. Og við fáum aukaspyrnuna, já. Sveinn Elías dæmdur brotlegur á Ívari, annars þetta verið Inga sem Þórsararnir eiga og Þórsararnir í stúkunni mótmæla þessu heiftarlega. Svenni er ekki sáttur með það? Nei. En hann brosir. Hann brosir. Eins og svo áður. Já, hann hefur gaman að brosa, enda brosir hann fallega strákurinn. Brosir fallega. En bæði lið eru hörðu að sér og það er látið finna, það er eld alla bolta og látið finna fyrir öllum tæklingum. Hér kemur langur bolt frá Rækó. Alexander vinnur þennan, vel gert hjá Alexander. Og þá er það... hann fór endar í innkast, Gauti. Hér kemur innkasti, við vinnum hennan, Júræ vinnur hann. Með 2 menn í sér, tæklingur Gauta. Gauti með tækið á tæklingu. Ekkert dæmt, en Almar er frýr á fjær. Almar gegn. Þetta er vel gert af Almari, nú þarf hann að fá einhvern veginn í og hér kemur sendingin en það er engin K.A. maður, frábærlega gert hjá Almari þarna gegn Loft. En Hallgrímur gegn Svein Elías, ennþá liggur Júræ, Hallgrímur með fyrirgjöf. Þetta er beint í hendar á Sandor. Júræ er staðan á lappir eða hvað, misti leggklífana í þessi viðskiptum. Sandor með fair play og býður hans með útsparkið, en það kemur hér langt útspark út á Svein Elías sem er aðleit. Manni með langan bolta fram, þetta er einfalt hjá Þórsarunum, þetta er bara direkt. Þetta er frábær skall hjá Gunnarinn og Jóhann kominn inn á teiginn gegn Davíð. Reynir að senda hann út, en það er Callum sem kemst inn í sendingun og losar í innkast. Þetta er nákvæmlega sem Þórsarunir gera, það er annar framherji sem vinnur skallaboltan inn og hinn og það er sótt þannig. Já. Þetta er bara fyrsta leið, beinasta leið.
Jónas Björgvin kvaddur að taka innkastið, en það sýndi hann getur kastað langt, hér kemur innkastið. Það er langt inn á teginn, þar er Callum sem vinnur skallaboltan, hann Jónas er með hann í löppum, Sveinn með honum, Jónas inn í fyrirgjöf fyrir hendina á Grímsa, ekki dæmt. En það var með hendina alveg fyrir líkamann, hann kloppar Júrai og rangstæða. Rangstæða dæmt á Þórsara. Þetta var álítið sókn hjá þeim en línuvörðurinn flaggaði rangstöðu. Ég verð að viðurkenna Skúli, ég er bara drullu stressaður. Já, maður hérna... Maður titrar eiginlega bara þegar við viljum. Bara svoleiðis. Ég hélt að bíllinn var í gangi á hann, þetta er bara ég. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Það er mikið læti í stúkunni. Já, það er bara fjör í stúkunni svo alltaf á þessum leikjum. Það er gaman að sjá þetta. Það væri gaman að þetta væri svona öllu leikjum hjá báðum liðum. Það er hrikalega gaman að spila hann leik. Já, hér er það manni sem losar í innkast. Gunnar var dettur niður til að taka skallan. Og Ívar fram á Júra upp í horni. Júra með Svein Elias í sér, Júra leikur á hann, vel gert hjá Júra og inn í boxið með hann drengur. En þetta er beint í hendar á Sandor eins og kongur ríkisinu í tegnum. Ég er ekki alveg átt að með uppstillingunni hjá Þór. Eru þið með 3, eru þið með 4, er Ingi á kantinum, Skúli? Ég skildi ekki alveg, það er eins og sem með 3 manna varnarlínu og Inga og Svein Elias sem svona wingbacks. Já. Það virðist vera. Já, þeir virðast vera með Loft og Bjarka og Gauta í miðvörðum, 3 miðvörði. Spilað 3-5-2. Já. Gauti sendi þannig beint út af innkast. Hér er Elvar á Hallgrím. Hallgrímur og Júrai. Júrai með manni í sér 2. Leikur á að vel gert hjá Júrai, finnur Almar inn fyrir. Almar í baráttunum með Inga. Og Ingi losa væntanlega bara í innkast eða hvað. Þennan bolta á káa hann fyrir úthafið eða hvað. Jú, við höfum þennan, þetta er hornspyrna. Hárrétt hjá línuvörðunum, ég er sammálunum. Ekki hlutdrægur samt. Ég sá þetta ekki nógu vel. Nei, Ingi var að skílunum sko, Ingi bjóst við að eiga hann sjálfur. En þetta er hornspyrna og Júrai Grisel ætlar að spyrna þessum inn í. Það er Hrannar sem býður aftastur, aðrir farin á teginn, Almar býður í sníkinu fyrir utan ásamt Grímsa. Allir leikmenn Þórs konið inn í teik. Já, enginn utan teiks hjá Þór. Frammi. En hér kemur spyrnan. Hún er góð. Callum, þetta fór reyndar. Ég veit ekki, einhver kámaði lyfti hendinni, þetta fór í Loft, en Hallgrímur gerir vel. Hallgrímur með skottilraun, þetta er yfirmarkið. Þetta var ágætistilraun hjá kámanum. Hallgrímur öskar sína menn áfram. Ég hef spiltan frá Sandor, hún er há. Gunnar er í baráttunum með Alexander. Alexander hefur betur vel gert hjá honum en beint á Jónas. Jónas með tíma á boltanum fer auðveldaði niður og fær aukaspyrnu. Almar er einhver mesti kámaður sem ég veit um. Já, Almar er gríðarlega mikil kámaður, en það er það í ættinni. Það er í ættinni. En hér koma Þórsararnir út hægra megin, það er Grímsi gegn Svein. Svein aftur á Gauta. Gauti með tíma, Gauti aftur á Bjarka Aðalsteinsson. Bjarki á Gauta aftur, Þórsararnir spila í eftirstu línu. Fá hérna pressu á sig og við vinnum hann strax. Alexander með Jónas í bakkinu. Alexander gerir vel, eða hvað? Nei. Svein vinnur hann. Þetta er þröngt þarna hinum megin. Jónas finnur manna. Manni skiptir alveg yfir á Loft. Loft er út á Inga. Já, Þórsararnir reynir eitthvað hérna vinstra megin. Reynir í baráttunni við Archie, Hrannar síðan. Hrannar missa hann frá sér en vinnur hann aftur vel gert hjá Hrannari. Archie og Alexander, Alexander fær pressu en kemur honum fram á Júrai eða hvað, Grímsa, nei, við fáum innkast. Þeir leyfa Alexander að finna til tevatnsins inn upphafi. Já. Djöfull eru margir á leiknum maður. Þetta er fallegt að sjá. Þetta er fallegt að sjá. Svona á þetta að vera. Já. Það jafnast ekkert á K.A. Þór á Akureyri. Nei, derby day. Derby day. Og hér kemur Ívar henni með innkastið. Inn á allra helmingi Þórsara. K.A.menn hafa verið að vinna sér hægt og rólega inn í leikinn og verið sterkara aðeins þessa stundina. Elvar á Hallgrím. Hallgrímur undan Reyni í boltan en manni hreinsa frá. Guðrár er í baráttunum með Alexander. Hér kemur langur bolti fram. Davíð vinnur þennan. Út á Callum. Callum í 50-50 bolta við Gunnar Örvar og það er flautað á Kall.
Þetta var alveg 50-50. Já, ég sá því. Báðir leikmenn með löppina hátt uppi. Pétur sá eitthvað brotleitt þarna, þannig að Þórsar að fá aukaspyrnu á miðjum mellinum og Jónas tekur hana strax út á Inga sem við Hrannar væntanlega skallar aftur á Rækó, já. Vel gert hjá Hrannari. Mjög gott. Hrannar leyfir Pétur að heyra hvað hann fannst með þessu aukaspyrnu. Já, hann segir dómarnum sína á skoðun yfirleitt. Það er bara svoleiðis. Það er gott, haldaði við efni. Já, Rækó með langa bolta á Elvar. Vel gert. Og það er Hallgrímur í baráttunni Gauta en Bjarki skýlir boltanum og gefur honum innkast. Það er ekki bara Þórsararnir sem hafa löngu boltana sem vopn. Þetta var bara markspyrna á Rækó og þeir þurfa að hreinsa innkast Þórsararnir. Og Ívar býst við að taka innkastið. Og við erum búin að fylla teginn af mönnum. Pétur eitthvað aðeins aftar, ok. Sandur og Artjó Alexander fyrir utan teig. Kemur langur bolt inn í frá Ívari. Og Davíð í baráttunni, flikkar hann inn! En hvað er ekki Káamar fjárstungin eða hvað? Jú, Almar! Fyrir marki! En hann er farin afturfarir. Vel gert hjá Almari. Já, Eldi hafa erfiðan bolta og hann var Sandor í smá skóaferð. En boltin farin afturfyrir og Þórsar eiga markspyrnu. Sandor. Og þetta er Alexander í baráttunni við Gunnar. Báðir missa á honum, Davíð undan og Jóhann Helga. Alexander með tíma. 3 eða 4 káamenn í hlaupinu. Hvað gerir Alexander? Stuttan á Almar, vel gert. Almar missir hann reyndar. Reynir, vinnur hann. Og hann með langan á Gunnar Örvar sem er í baráttunni við Callum. Callum naut sterk og gott að fá Callum aftur inn í liðið eftir frá fjarveru. Callum snýr á Gunnar og aftur á Hrannar sem hefur tíma. Hrannar reynir að finna bróður sinn sem væntanlega rangstæður á. Þetta var hárrétt. Annars getur sem að Hallgrímur rángstæður. Já. Getur vel komið svo út á rángstöðunni fyrr. Já, sammála því. En hér er það Loftur Páll með aukaspyrnuna. Hún er hátt inn á teginn. Gunnar Örvar í baráttunni við Davíð. Gunnar Örvar vinnur það. Jóhann Helgi í baráttunni við Callum. Jóhann vinnur það út á Reyni sem Reyni skot. En þetta er víðsfjarri. Aldrei hætta þessu. leitað gríðarlega mikið á Gunnar var í lönguboltanum. Já. En Gunnar, hann hefur ekki verið í liðinu og Þór síðustu leiki, hann hefur verið að koma inn á. Passar. Hann hefur tefla honum fram hérna mútið Káa til að senda lang á hann heila. Hafa þessi vopn, sko, þetta eru hörku vopn sem hafa í þessum tveimur skallamönnum hann fremst, en svo má ekki gleyma að við erum líka með 2 grjótara. Það er spurning hvort að þeir hafi fengið veður af því að Guðmann sé meiddur, því að það vantar alltaf töluvert í hæðina hjá okkur þegar Guðmann er ekki með þeim. Hérna Sveinn Elías. Skattar hann fram, Ívar hann aftur og næstur á boltan. Barátt á miðjunni sem Alexander fær á hættur aukaspyrnu og Alexander má verða að passa sig, hann var gult spjaldi. Þetta er annað brot þess eftir hann fekk spjaldi. Hann er ekki komið tiltal, allavega. Nei. En hann verður að passa sig. Gauti með aukaspyrnuna akkurát á miðjumvellinum. Kemur langur yfir á fjær, hér er Hrannar, Ingi bakkinn á honum. Hrannar aftur á Rækó, vel gert hjá Hrannari. Rækó finnur Hrannar aftur í lappir, eða hvað? Nei. Vel lesið hjá Reyni. Pétur rekur Hrannar langt aftur við innkastið. En Hrannar kastar langt fram á Elvar sem fær ítingu í bakið og hennan skallar mann út af. Káa innkast. Hrannar er tilbúinn að taka annað innkast. Hann er langt líka. Eða hvað? Þetta er beint á bróður hans, Hallgrím, sem finnur að finna Almar. Gauti í baráttunni. Og Jónas Björgvin hreinsar hann fyrstu, þannig er Ívar núna aðleit vinstra megin. Hefur tíma. Ívar er lungið með boltan þó hann sé hann dettur Gunnar að vera þessa, en Ívar spilar tilbaka á Callum. Callum finnur Almar í lappir, Almar smellur inn á Júræ. Júræ í hlaupinu. Gauti hreinsar í innkast. Gauti Gautsson betri en enginn hjá Þórshörunum. Já, hann staði sér nokkuð vel í sumar hjá Þór. Hann spilaði náttúrulega lítið sem ekki, hann spilaði ekkert í fyrra. Nei, hann byrjaði fyrstu leikið en hvort það ekki verið í 3. leik sem ristabrotnaði. Já. En hann hafði vetund til að koma sér í gang og hefur verið fýtt fyrir Þórsar í sumar. Heldur betur. Hér kemur kasti frá Ívari. Og það er langt en beint í lúkurnar á Sandor. Þetta var oflangt. Já, þetta er 50-70 boltir sem Sandor grípur, auðvöldin teg. Og það er enginn sem keyrði hann heldur.
Engin sem stu pressa á. Archie, 1 eða hvað, já, Hrannar. Jóhann í pressuna, Archie skýlir boltana vel gert hjá Archie. Þeir hrynja á honum eins og flugur. Gunnar Örvar vinnur boltan síðan. Jónas finnur Svein Elías hægra megin. Það er hann í baráttunni við Ívar, þetta er allt úr slakur bolti á Jónasi. Og við minnkast, það er langt fram á Júræ. Júræ fær 2-3 í sig og fær aukaspyrnu. Já, Gauti brýtur á honum. Við tökum okkur tíma hér sem væntanlega stillum upp. 31 mínúta búinn að leiknum. Þórsarnir hafa átt besta færið. Já. Sem kom eftir hornspyrnu. Já, annars við lítum opnum færi. Lítum opnum færi. Káamenn hafa verið töluvert sterkari. Þórsarar hann með kannski leiðileg komment úr stúkunni þjóðerni, ég heyrði það ekki almennilega. En hér kemur Ívar. Á Júræ og Hallgrímur með tíma. Og Hallgrímur inn á Júræ, þetta er frábær boltinn og það er Júræ að koma fyrir. Og það er Elvar í baráttunni við Loft, en Loftur skalla frá. Frábær spil hjá. Já, en Ívar með tíma. Þeir komum ekki langt frá, Ívar í Jónas og Klaufi Ívar að brjóta honum hana. Þarna verður Ívar að skýla. Já. Þannig að Þórsarar aukaspyrnu djúpt á sínum vatahelming. Hér kemur Gauti með langa bolta fram, ekki svo fyrst í leiknum á hausinn á Gunnar Orri. Gunnar Orri vinnur þennan, Jóhann Helgi eftir. Ívar fær pressa á sig og vel gert hjá Ívari, vinnur markspyrnu þó hann hefur sannlega kannski ekki verið að reyna en þetta er skárra innkast. Rækó setur boltanum upp. Hér er Káamenn stillu upp. Skrítið, ég hefði haldið að KSÍ hefði hent sko 4. dómar á þennan leik. Gerði það örugglega í fyrra. En það er engin 4. dómar í dag. Hér er Almar í baráttunni Inga. Almar vinnur skallaboltan. En reynir, nei fyrirgefið Loftur. Langar fram á Gunnar Örvar. Gunnar Örvar situr í bakki á Hrannari. Hrannar gegn Gunnar Örvari. Ingi kemur í hlaupið. Lítill press á Inga þannig að hann hefur tíma til að senda fyrir. Þetta er beint á hausinn á Jóhanni. En Rækó grípur þennan örugglega. Jóhann eftir að teygja sig þennan. Og Rækó snöggur og konum við leik á Júra. Júra gegn Manna sem er á gulspjaldi. Og Gauti rennur við. Og það er Hallgrímur inn á Júra sem er ennþá fullu sprett á móti Manna og Júra. Það er undan vel gert hjá Júra. Hann eit gegn Manna. Leitar á hægri löppina. Finnur reynir að finna Archie úti en gekk ekki. Alexander með nóga tíma á miðjuvellinum. Hrannar úti hægra megin með honum. Alexander hleður í skotið. Það er yfirmarkið. Þetta var bjartsýnistilraun. Þetta var fín bjartsýnistilraun. Það er hérna annars skoti á kámennum sem er svona langt út hann af velli og spurning hvort borgar sig ekki að spila boltan frekar heldur en að reyna þetta. En það er markspyrna frá markið Þórsara, Sandor með hana. Sveinn Elías skattar hann upp í horn. Það er Callum. Það er Gunnar Orri í pressuna, finnur Ívar fær mann í bakkið og væntanlega brot eða hvað. Jó, það er brot. Sveinn Elías var ósáttur. Enda flaggaði línuvörðurinn ekki. Pétur sá hins vegar að flauta og hans stjórnar. Ívar þarf að taka sig aukaspyrnu sjálfur. Spyrnir hann langt fram. Það er Elvar í baráttunni við Loft. Loftur vinnur. Hallgrímur fær Jónas í bakið. Hallgrímur gerir mjög vel, leikur á Jónas. Og Hallgrímur tekið niður á Gauta. Þetta er aukaspyrna á stórhættulegu stað. Það hlýtur að vera gult. Hlýtur að vera Ég gult. hefði haldið það. En hann er komin í gegn hana. Já. Mér sýnist hann allar þetta spjaldi. Hann er með spjaldi í vassanum ennþá. Gauti flúða vettvangi má segja, hann hljóp í burtu. Hann hljóp strax í burtu. Það er 35 mínútur búin að leiknum. Hann ætlar ekki að spjalda hann. Og Júræ og Hallgrímur standa við knöttin. Hallgrímur átti stórhættulega aukaspyrnu og svipist á móti Grindavík sem Elvar fylgdi eftir og skoraði þegar hann var dæmdur rangstöður. Og hann aðeins lengra frá. Það er spurning hvað við gerum. Það fer Þórsaran í stúkunni. Og Pétur er hann ekki með sprey, Skúli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og hálft. Hanna. 9,17 metrar. Já. Hann er með alltaf hreinan Pétur. En ekkert sprey.
En það er Hallgrímur sem og Júra sem standa klárir. Ég held að Hallgrímur spyrni þessum. Flauti kemur hér. Hún náði á markið en Sandor varði vel. Náni niður í vinstri hóndi. Já, þetta var vel varðið Sandor. Með á nótunum, þetta var góð tilraun. Já, mjög góð. Sandor með langan á Reyni sem er í baráttunni með Archie og svo Manni sem finnur Ingo til vinstra megin. Ingi með tíma gegn Hrannari og reynir upp í hornið. Það eltir Jóhann Helgi. Jóhann Helgi eltir alla helvítisboltana hana og hendir Archie niður og aukaspyrnan okkur. Og kemur aukaspyrnan frá Davíð. Hún er beint á kollin á Reyni sem finnur Jónas í lappir en Ívar er á undan, vel gert í Ívari. Og Júraði bara þinnum Svein Elias lefi Júraði finna fyrir eftir þetta. Þau eru ennþá að kljást þarna. Það er Alexander núna. Alexander finnur Grímsa í lappir, Grímsi gegn Svein. Kemur fyrirgjöfin eða skiptingin yfir Almar. Almar aftur í baráttunum Inga, þetta er aðeins svo langt. Ágætis hugsun á bak við þetta. Hér kemur Sandor með spyrnuna, framvöllin og það er tími, Callum tekur hann niður. Það er Reyn á móti sig, finnum Hallgrím í lappir. Þeir eru ennþá að kljást hérna Júraði og það er skemmtilega gert hjá Júraði og hér er hlýtur Gautafær í bókina eða hvað? Já, nú hlýtur Gautafær í bókina en Júraði og Sveinn Elias í skemmtilegri spurning hvort þeir fáum ekki endursýningu af þessu. Sveinn Elias var komin úr treyjunni. Komin úr treyjunni, maður sjá. Sjáu þið Sveinn Elias, hann er með treyjun á hausnum að það íst í myndinni. En Gauti fyrir í bókina. Ég er ekki sem að dómarn hafi séð þetta. Nei, ekki heldur. Já, Júraði og menn eru ennþá að spjalla við Pétur. Þetta var búið að vera svona aðeins stigmagnandi baráttan hérna hjá Svein Elias og Júra. Júra er búinn að fara einu sinni mjög illa með hann og Svenni er ekki sáttur með það? Svenni er ekki ánægður með það. Spurðu hvort það sé brosandi núna eins og við tölum á hann. Toppmaður Svein Elias. En Donni eða Dragan eða hver sem er hérna hjá þeim. Maður sjá, þetta sé ekki Hlynur Birgis eða Dragan sem Dragan reykir aftur nýr skíli. Donni sýnir með handabendingu hvernig treyjan var og Svein, þetta var skondið atvik. Þetta var mjög skondið atvik. Já. En það sér maður ekki oft. Ekki alltaf, ekki hverjum degi. Gríms og Júra standa við. Sveinn er ennþá ræðudómar. Spurði hversu þolinmóður lögreglustjórinn er gagnvart þessu spjalli. Og enn og aftur eru Þórsararnir með alla sína leikmenninu teg. Já. Nema Svenna sem stendur á línunni sannlega í aukaspyrnunni, en það er spurning, hljóta að vera eftirmálur þessu eða hvað? Sveinn er ekkert að láta þetta fara. Nei, það verður mikið barátta þarna. Já, hér kemur Júraði. Og þetta er slögg spyrna maður. Mjög slögg spyrna. Sko þarna þarf spyrnu á fjarstöngina sem er bara eiginlega skot. Já, það er bara svoleiðis. Hann skoraði svona spyrna mútið Grindavík. Fyrirgjöf. Stuðningsmenn K að taka við sér í stúkunni. Sandor með spyrnuna, Reynir við Archie eða Gunnar Örvar gegn Archie. Archie vinnur þennan og Elvar í baráttunni gegn Bjarka. Elvar vinnur þennan. Nú var Almar með tíma hægri kantinum. Og upp í horni, en Loftur hreinsaði þennan út af innkast. Almar hafði miklu meiri tíma þarna. Þetta var svona, já, ótíðumber sending. Hallgrímur. Finnur bróður sem vel gert. Hrannar reynir að tróða honum inn. Almar með hann í teignum, finnur Hallgrím. Er einhver inn í? Nei, þetta er beint í hendur á Sandor. K-menn búinn að eiga fullt af fyrirgjafasensum, en þetta endar allt beint á Sandor. Þórsarar hafa lítið sýnt hérna seinni hluta fyrrháleiks. Og hér er það Sveinn með tíma. Reynir upp í hornið og Gunnar Örvar með Callum í bakkinu. Callum þekki Gunnar Örvar endar æft saman félagarnir. Í varinn hér kemur flottur boltur á Sveinn. Jónas Björgvin er komin upp í hornið. Callum komin í pressuna. Fyrirgjöf. Og já, þetta endar hjá Rækó.
Jóhann Helgi hefði viljað gera betur þarna sennilega. Hér kemur langur bolti. Elvar í baráttunni, þennan hljóta Káminni eða hvað? Nei, Þórsar rauða hennan. Mér sýnist Reynir hafa tapað linsu eða eitthvað svoleiðis. Nei, fyrirgefið Loftur Páll. Það virðist í lagi með hann. Þannig að hann býst að taka innkastið. Kemur langur bolti. Archie vinnur þennan, vel gert hjá Archie. Jónas á undan. Archie aftur. Þetta er Manni sem að setur hann bara beint fram. Þetta er alltaf beint fram í fyrsta. Júra á undan. Júra fær Jónas í bakið, finnur Ívar vinstra megin. Ívar með Júra með sér. Júra gegn Svein núna, skemmtilegt einvígi hérna framöndan. Júra finnur fyrir hægra leppina. Og reyndi að finna Ella hérna, eitthvað misskilningur. Alexander fær Gunnar Örvar í bakið, missir hann. Þetta er Jónas á Gunnar Örvar, nú er hægt á ferðum. Gunnar Örvar reynir að setja hann inn á Jóhann Helga sem er rangstæður. Frábærlega haldið lína hjá KR þarna, ég er alveg sammála þessum dóm. Við sitjum bara beint við þetta. Já, þetta var alveg rétt. Já, línuverðinum. En skemmtilegt hjá Gunnar Örvar í framherjunum að eiga þessar stungum og utanfótar stungunni inni. Já. KR hafa unnið sér vel inn í leikinn og verið tölvöld betur en að seinni hlutan í fyrirháleik. Já, ég vona að við höldum þessu bara áfram, bætum bara í seinni og þá er engin spurning hvernig það fer. Hrannar með hann á hægri mægnum, Davíð tilbaka inn á Archie á miðjunni sem við tíma. Þórsarnir ekki að pressa okkur hátt. Alexander með skiptingun yfir á Júra, hún sennilega föst. Já, allt og föst. Og markspyrna frá marki Þórs. Það er engin pressa inn á miðjunni og við getum haldið boltan jafnvel lengur. Engin spurning. Þórsarnir liggja mjög aftarlega á okkur. Og hér er það Sandor Matus með spyrnu fram. Og það er vel gert hjá Alexander, nú þarf Elvar að elda. Elvar er fyrir eltingaleik, Sandor út. Og Sandor með slaka spyrnu, Júra er að skjóta bara. Júra með háan bolta. Þetta er yfirmarkið. Þetta var ekki galin tilhugsun. Nei, það var ekki galin tilhugsun. Sandor í skóalaupi sem að heppnast ekki neitt allt of vel en Júra hefði bara sett hérna á markið. Þannig að Sandor á markspyrnu. Og hér kemur hún. Hún er á hausinn á Archie og Gunnar Örvari. Archie vinnur það. Á Almar. Almar framlengir hann. Á Júræ. Júræ bara til með Svein. Svein losar í innkast. Ágætis pressa núna á gámanum. Og ég geti trúið að þessar síðustu 2 mínútur, þessar 1,5-2 mínútur sem eftir að fyrirháleika, við viljum bara reyna að setja mark. Hallgrímur með manna í bakkinu og Jónas. Hallgrímur brýtur á honum. Manni klókur hana. Manni klókur og Þórsarnir eiga aukaspyrnu á sínum allahelming. Spurning hvort þið fáum eitthvað viðbót tíma, það er mínútu eftir að vera leiktími fyrir áleik. Efast að sé miklu bætt við. Og hér er það Gunnar Örvar. Beint á Ívar, Ívar á Elvar. Elvar skattar hann reyna að skalla hann niður fyrir Grímsa. Jónas, ekkert dæmt. Jónas lenti eitthvað illa hana en þeir losa fram, Jónas kvenkar sér, kattgreið. En Rækó finnur Davíð í lappir. Það er hálf mínúti eftir að venja leiktíðin fyrir áleik. Hrannar með tíma. Hrannar á Davíð. Davíð rólur á boltan. Já, finnur Archie á miðunni, Archie fær press á sig. Finnur Rækó tilbaka. Rækó í fyrsta framvöllin. Það er Sveinn Elías sem les sendinguna og skattar hann. Callum. Og hann nú kemur Grímsi. Grímsi fær mann í bakkið, 2 meira þess að. Það gera vel Þórsarnir hana og Gautur losar í innkast. Grímsi auðvitað aukaspyrnu, ekki dæmt. Og þar með venjulegur leiktími liðinn. Spurning hvort að Pétur setti flautun í munnin strax eða hvað. Hann stoppar þarna á Ívari að fara framar. Og rekur Ívar aftar. Hér er Alexander. Finnur Elvar í lappir. Elvar heldur honum með þá. Kemur með skiptingunni yfir. Á Hrannar. Hrannar fær Jóhann Helga í pressuna.
Vel gert hjá Hrannari og finnur Archie. Nú þurfa að finna hlaupinn strákar. Hallgrímur mann í bakkinu, finnur bróður sinni út í hægra megin. Nú þurfa að fylla á teginn. Hrannar með tíma til að gefa fyrir. Hrannar góður fyrirgjafmaður, hún kemur á nær og þetta Loftur skalla frá. Ekki nógu góð bolti Hrannar og Hrannar veit það, hann var ekki ánægður með sjálfan sig. Ekki ánægður með hann. Og þá flautar Pétur til hálfleiks. 0-0 í hálfleik. Kemur á óvart. Þetta ekki jafnteflis leikir þessari liða. Nei. En það verður lítið fyrir opið færi. Mjög lítið. Þórsara sennilega átt að besta en K.A. verið mun meira með boltann og sterkari seinni hluta fyrir hálfleiks. Já. En jafntefli eins og staðinn núna bara nokkuð sanngjarnt. 0-0 í hálfleik og allir í stúkunni geta verið vinni. Það var ekki slagsmál í hálfleik. Engin slagsmál í hálfleik. Spurning hvað gerist eftir leik. En Jón Skúlason fara að fá okkur kaffi eftir bara daufan fyrir hálfleik í derby slag á Akureyri. K.A. 0, Þór 0. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn. Áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn. Meira! Áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn og einu sinni enn. Áfram K.A.-menn, áfram K.A.-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir K.A. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt.
viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
mál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnu lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann er kominn á endamarkinu hérna, tekur skotið og það er varið og hann er frákastinn og skotið. Já, verið velkonir aftur, áhorfendur góðir, síðari hálfleikur í leiks KA og Þóra hefjast á Akureyrarvelli. Staðan 0-0 í hálfleik eftir mikil baráttugang. Hér í fyrri hálfleik, djöfulgang og læti. Þórsarar byrjuðu betur fyrstu 15 mínúturnar en KA-menn voru ívið sterkari eftir það. Það er mikið fjör. Sjáum hér tölfræði leiksins, KA með 5 markskot gegn 2, þar af 1 á ramman hjá hvoru liði. Hotspinnur KA 3, Þór 2. Annað er svona jafnt. Hinn brosmildi Sveinn Elías skiptist hér á velvöldum orðum við Sigur Skúla með lýsanda minn. Þeir eru jákvæðir að venju. Það eru 45 mínútur af veislu framundan, Skúli. Velkomin til leiks aftur í seinni hálfleik. Djöfull verður þetta gaman. Takk fyrir. Vona ég. Sveinn Elías sagði mér hérna þegar var að labba inn á völlinn að þegar hann er búinn að skora á móti KA þá ætti hann að hlaupa á hornunum og taka hundir sem pissar. Við tókum þetta í gamla daga á móti Þrótti fyrir allmörgum árum. Persónulega vona ég að þetta verði ekki að vera Nei, ég ekki heldur. En það er alltaf stutt í gríni á Sveini. Já, það er bara svoleiðis. Hér er Ívar Örn sem skallar, Jónas svolítið einn á miðjunni en fær strax press frá Almari sem vinnur boltann. Óbreytt lið frá því fyrri hálfleik, engar skiptingar. Archie og Hrannar skiptast á boltanum. Hrannar og Archie. Gámið færi boltann yfir. Alexander.
Fær Reyni á sig og Alexander kemur síðan í hlaupið. Ívar líka utan á hlaupið, finnur Alexander með tíma. Gauti ekkert að pressa hann, Gauti gulu spjaldi. Frábær vörð hjá Mannar, Lasse sendingu og Gauti losar hann fram á Jóhann. Jóhann fær Callum í baki, Callum gerir mjög vel. Og Alexander með tíma, Archie og út á Hrannar. Hrannar með vel að tíma hann að hægra megin. Getur komið sér framalega ef hann vill, líku við. Enda engin hápassar á Þórsaranum í dag, ekki ennþá allavega. Alexander á Hallgrím. Hallgrímur eitja Gauta. Hallgrímur í skotfæri eða hvað. Þessi nú vel yfir markið. Allt vil að reyna á hægri fótinn. En það ekki? Jó. Þetta hefði þú gert jafnvel. Hátæðisboltan. Já. Alltaf að setja inn í hornið. Hallgrímur reyndi það þarna en hann, eins og sættir í gólun, hann skæjaði hann. Já, hann skæjaði hann. Hérna Alexander og Gunnar í baráttunni. Gunnar að vinna hann en þetta á Callum. Sem kemur hann beint upp miðun á Alexander aftur. Alexander á Almar. Almar á Elvar. En góð vörn hjá Lofti Pál. Það var Ingi sem tekur ráðs úr kantinu og Elvar eftir. Elvar keyrir vel í hann. Innkast dæmt. Þannig vildi hún einhverju Þórsavelli fá aukaspyrnuna. Þetta var á mörkunum en innkast fá Þórsarar. Já. Hér kemur það og Hallgrímur losa boltan frá, beint á Jónas aftur. Jónas gegn Almari. Vel gert hjá Almari og Jónas brýtur á honum síðan. Og Pétur með allt á hreinu. Pétur hefur dæmt hann að leika vel. Já, mjög vel. Og leikmenn eru líka óvinni rólegir inn á vellinu. Já, ég er sammála því. Það er óvinni rólegt yfir þessu. Er rígur á milli leikmanna, er hann að hverfa? Sigurli, hvað heldur það? Ég efast hann sé að hverfa, en þetta er ekki eins og í gamla dag, kannski? Þetta er, ég veit það ekki. Kannski eru leikmennir bara, þú veist, þetta eru nánast sömu lið og mættust í fyrra. Það voru ekki miklu, það voru fáa breytingar á báðum liðum núna er Hallgrímur og Almar sem koma nýr hérna á Káa og Alexander. Já. Og hjá Þórir Gauti og Bjarki Aðalstein sem komin í liði frá því fyrra akkúrat þessum leik, sko. Og það var nógur hitti þar. Það var nógur hitti þar. Já, nú fær, nei, ekki aukaspyrna heldur höfuðmeiðsl. Jóhann Helgi fengið högg á höfuðið þarna. Hann kvenkar sér ekki nema eitthvað sér að. Hannes hleypur inn á. Jóhann þarf að víkja velli þá. Ekki ánægð með það, Jóhann. Nei. Það virðist þér í góðu lagi með hann. Já, það er sem betur verið. En þar samt sem maður að fara út af. Já. Og það er dómarakast. Og Jónas býst undir að fara í boltan hjá Pétri. Það vonandi að það ekki Bjarnar Guðjóns þetta. Já, og Kingsson í markið, Jónas. Hann sendir tilbaka gáminn. Fallega gert í Jónasi. Rækór strax á Callum í öftustu línu Káa. Jóhann Helgi kominn aftur inn á þetta var engin skaðiskeiður. Alexander. Callum inn á miðuna, þetta er slöksending. Archie bara þennum við Jónas síðan. Þetta er vond sending inn á miðuna. En þetta var ekki vel gert í Jónas. Jónas er ekki búinn að hitta mörgum sendingum í dag. En hér er það Gauti sem skallar á Elvar. Elvar flikkar honum að Hrannar sem kemur á fullu kraft út kantinn. Með Almar með sér og Elvar í hlaupinu síðan. Reynir að finna Elli lappir, þetta lést loftur eins og opna bók. Almar kemur síðan í gott touch á Jónas. Pétur flautar ekki. Heldur að það er Hallgrímur gegn Gauta og Reyni í bakkinu. Hallgrímur út á Júræ. Nú þurfa að fylla teginn, það er margir Þórsarinn á tegnum allavega. Júræ með skot. Og þetta þarf Sandur og kýl yfir. Ekkert að þessu. Nei, fyrsta skotið var ramman, kámunum. Nei, annað eða þriðja, held ég, samkvæmt tölfræðinni. En fyrsta alvöru skotið kannski. Ég er að meina það. Já, þú meina það. Sandor Matthús staðið vaktinni í markið Þórs í nokkur ár. Það er á undan spilaði með Káa, búinn að vera á Íslandi og þjónaði Akureyri mjög vel. Toppmaður. Toppmaður Sandor Matthús. Þá er það Hallgrímur sem býst til að spyrna með vinstri fæti inn á teginn. Hann er jafnfættur. Hann er jafnfættur nefnilega. Og hér kemur spyrnan, hún er góð. Og það er Gunnar Örvar sem stekkur hæst í tegnum og skallar út. Hrannar með hann í öftustu línu út á bróður sinn sem fær tíma á boltan, eitt gegn Inga Frey fyrirgeði. Og Elvar Árni! Steinleikur! Þeir eru komnir yfir! Elvar Árni Aðalsteinsson eftir sendingu frá Hallgrími Bergmann. Og ég get svo svarið að ég er máttlaus í fótunum. Það var skólabókardæmi hvernig það var klárað að færi. Og menn fagna vel og innilega. Káamenn í stúkunni. Já, með endursýningunni hérna. Hallgrímur með fyrirgjöf, Elvar stingur svo undan.
Setur hann uppi í nær. Frábært. Er það ekki uppi í nær eða niður í fjær? Það sagði Sandor. Það sagði Sandor. Og þetta er svo fært 1-0 fyrir KA eftir 50 mínúta leik. Og stuðningsmenn KA ærast, það er góð stemning þeim megin í dag. Heyrist vel í þeim. Eins og Henry Birgir, húsvíkingur, mikill og íþróttafréttamaður. Hann sett á Twitter í hálfleik hvort að Völlararnir myndi ekki sækja stig fyrir KA. Þetta var húsvíksmark. Þetta var húsvíksmark, bara aðtöluðu. Þó ég sé ekki í sammála þessu Völlar, þetta eru KA-menn. Þetta er mikli KA-menn að sjálfsögðu. Mikli KA-menn. Þetta var Hrannar og Hallgrím og nú þurfa Þórsarar væntanlega að færa svo á röði. Þeir hafa ekkert pressað KA-menn í dag. En það er Elvar Árni sem heldur áfram, tvíeldur eftir markið. Og við pressum það hátt uppi. En þeir leysa ekki rosalega þessu. Hrannar með tímaboltan. Nógu tímur Hrannari, finnur Alexander í lappir. Alexander á engan, heldur á Jónas sem hýrðir hann upp. Hrannar hýrðir hann upp líka, Ingi Freyr gerir vel. Davíð bakkinn á Gunnar Orri og dæmdi aukaspyrnan. Davíð með hendurnar í honum, hann er réttadómur í Pétri. Það getur Þórsar stilt upp í fastleikandi. Gauti með þess að komin á teginn. Þetta er út á miðjum velli og þeir setja allir inn í. Nema Loftpál. Skil ekki af hverju setja ekki Loftpál, hann er stór staðilur. Já. KA-menn með allar sínar menn nema Elvar. Hann situr eftir hérna uppi í miðlinu. Ég kemur spyrna, hún er góð. Þetta er dauðafæri hjá Svein nei, þetta var Manni. Ármann Pétur. Manni náði ekki stýrunum á markið. Hann var einn hana. Já, hann var einn og óvaldaður. Já. Þannig að markspyrna frá marki KA sem að Sörjan Rajkovic býst til að taka. Heyrist gríðarlega vel í stuðningsmönnum KA núna. Já, við tókum vel við sér þetta mark. Já. Þetta er svona eins og byrja seinni á líkin 1-0. Já, það er bara svoleiðis. Strax upp að þið. Rajkovic spyrnuna. Það var Alexander í lofti gegn Reyni. Alexander vinnur á Hallgrím sem er í baráttunum við Manna. Og Elvar í baráttunum hann líka. Vel gert hjá Elvari, frábærlega gert hjá honum. Finnur Hrannar út í hægra megin. Langur bolti reyndar. Hrannar ekki alveg nógu snöggur. Já, hann er svo sem alveg nógu snöggur. Þetta var bara erfiður bolti. Erfiður bolti. Og þá er það Reynir. Nei, Loftur fyrirgefið, ég ruglaði alltaf saman. Það er Archie á Hallgrím, Hallgrímur, Reynir á Archie sem fær háskaleikdendar á sig, hárið rétt sennilega. Jájá, hættur spark svo kallað. Sjáum við, kemur langur boltinn yfir á Svein Elias. Hann er nóg pláss. Júra pressar á hann. Svein tekur hann vel niður, finnur Reyn á miðinni. Reynir dettur, en kemur honum á Ármann. Ármann með sendingun á Gunnar Örvar. Lyftur honum inn á Inga sem er gegn Hrannari. Og Ingi setur hann aftur fyrir, eða hvað, jú, fór aftur fyrir. Jóhann Helgi nýttir samt tækifæri til að fara í Rajko. Línuvörðurinn löngu búinn að flagga. Rajko harkar þetta af sér, Jóhann Helgi biður hann afsökunar. Anna höggir sér Rajko fær í dag. Þetta er eitthvað sem KA-menn hafa ekki gert nógu mikið af hinum einn. Setja hann í loftið og fara í Sandor þá, var að Sandor búinn að fá mikinn tíma í tegnum. Hann er búinn að fá mikinn tíma í tegnum, það hefur ekkert press á hann. Nei. Hér kemur Rajkovic með sendinguna fram, það er Alexander í baráttunni við Reyni. Og Reynir, Alexander vinnur þennan, þetta er inn á Gauti setur hann bara í innkast og við vantilega nýtum tíma til að stilla upp, fáum hérna Ívar upp kantinn til að taka langt innkast. Framar. Pétur gefur Ívari merki hvar hann á að vera og Ívar kastar honum fram á Júra. Júra fær Svein í bakið, hendi sér niður, ekkert dæmt á þetta og markspyrna. Og Sveit hjálpar honum fættur. Hlæða þessi félagarnir. Losa þessu, já. Júra reyndi að vera klókur. Og Sandor með spyrnuna fram á hausinu á Alexander. Sveit les þetta vel. Og Jónas Björgvin fær Archie á sig og væntanlega aukaspyrnu og spjald eða hvað. Aukaspyrnu allavega, Jónas liggur eftir. Að passa núna. Sveit kemur í hlaupið. Gauti fær hann. Grímsi kemur í létta pressa á Gauta, ekki mikla.
Gauti finnur Ármanninn á miðjunni, Elvar dettur niður til að pressa hann. Og nú kemur pressan frá KM-unum, Hallgrímur kemur í pressuna. Og svo kemur Almar í pressuna á Loft. Loftur verður að setja hann langan fram og þetta er rangstæða. Þeir flagga ekki. Júræ, baráttunni Svein. Þeir eru búin að há mikið einvíð hérna vinstra megin og þetta á KA, vel gert hjá Júræ. Mjög vel gert hjá Júræ. En Ívar býst við að taka innkastið. Ívar kastar honum alla leið fram á Elvar, Elvar í baráttunni Gauta. Gauti heldur á Elvar nánast. Ekki dæmt og Gauti setur hann beint í innkast. Þetta er svolítið direkt hjá Gauta alltaf, bara hann går beint út og beint fram. Já. Það er ekki verið að losa nú vel á liðsfélaga sem kannski betur hefur gáð með. Já, það er svoleiðis. En aftur Gauti í baráttunni Elvar, hann klifrar á bakki honum og beint út af. Þessi kemur hérna til mín, tekur hann innanfótar. Ívar enn eitt innkastið vinstra megin. Og þetta er aftur núna upp á Júræ niðri, Sveit pressar á hann reynir að finna Elvar í hlaupið. Elvar pressar Gauta og þetta er markspyrna. Gauti reyndi mitt að setja hann bara langa fram. Sandor vill að menn þétti sín á miðjunu til að fá vinna þessa skatabolta. Sveit biður hann hægra megin en þetta kemur inn á miðjuna. Og þar er Alexander Trínsits. Og Þórsson er innkastið. Innkast. Ármann færir boltan yfir á vinstri kantinn. Og Ingi Freyr kom með hann og sendi langan fyrir. Þetta grípar Rækó vel. Þórsarnir vildu fá þarna eitthvað inn í tegnum en það var svo sem ekki neitt. Nei, Júræ fær Svein í bakkið og finnur Ívar í lappir. Og Elvar finnur hana Júræ með nóg pláss. Nú þarf að fylla á teginn, Almar kemur á hörkusprettin teginn. Gautir í honum fyrir markið. Og hann vantaði Almar aðeins fyrir inn í. Þannig að þetta er innkast sem Þórsarnir eiga. Frábærlega gert að koma með. Já, frábær sprettur hérna hjá Júræ og Ívar og þeir gerðu vel að koma honum hann upp. Gauti á spjaldi eldan. Já, Gauti þorði ekki að gera neitt. Hann þorði ekki fara í hann. Skiljanlega kannski. Kemur innkastið. Þarna er menn sem liggja, Jónas liggur. Archie á Hallgrím með manna í bakkinu og Jóhann Helga. Þeir vinna hann á honum. Gunnar Örvar. Þórsarnir hafa skorað mikið af mörkum í síðari helming seinni hálfleiks í leikjum sínum. Hér er Archie í baráttunni á Jóhann og finnur Loft. Loftur á Jóhann Helga en Alexander á undan, vel gert hjá Trínsits sem fæði tæklingun og spjaldið væntanlega. Já. Eða hvað? Hann sleppir með spjaldi Jóhann Helgi sem átti tæklinguna en það er... Hann er fengið höfuðhögg. Hann liggur hann hérna... Hver liggur? Ég sé það ekki alveg. Þetta er Svenni. Þetta er Svenni. Þetta er Svenni kallinn. Svenni liggur eftir. Fengið þeim lenti þarna á. Þeir fóru 3 í Alexander. Já. Og hann stóð þetta af sér. Hann stóð þetta af sér og það var frekar fúll bara Pétur skildi að flauta aukaspyrnu. Hann er sjúkraþjálfari Leifurinn á. Svenni er staðinn upp en hann er eitthvað vankaður eða eitthvað. Hann er vankaður kallinn. Vonandi sé í lagi með hann. Já, eins og staðan er núna í deildinni eru Grindvíkingar unnu á hann. Þeir eru konum með 23 stig. Og Leiknir þá væntanlega að vinna Keflavík líka. Við þurfum að fá það staðfest. Sá leikur byrjaði 4 líka. Það er spurning hvort að Svenni getur haldið áfram leik. Já, hann heldur hann í. Það er 0-0 í Leiknir Keflavík. En Grindavík vann 2-0. Þannig að Grindavík með 21 stig afsakið. KA með 26 eins og staðan núna. Leiknir 20, Þór 19, Keflavík 18. Hér er Hallgrímur, fær menn í sig, finnur bróð sinn hægra megin. Gáðum við fleiri inn á þessu staðan er. Svo Svenni ennþá út af. Alexander fær Reyni í sig. Alexander leitt ratalega tilbaka. Sveinn er, jú, mér sýnist að vera klár að koma inn á hann þarna.
Búinn að sýnist mig að gefa merki hans ég klára að koma inn á hann fengi eitthvað í auga eða eitthvað. Það Almar á miðunni, tekur Jónas Björgvin á og finnur út í hægra megin. Og hér kemur fyrirgjöf, hún ekki góð, hún ekki nógu há. Archie úti, Archie með nóga tíma. Alexander, þetta Gunnar Örvar niður, þetta döpur sending hjá Alexander. Og nú keyra Þórsararnir hratt. Þeir keyra mjög hratt, Ívar gegn Loftur, reynir að finna Jóhann Helga en þetta les Callum með opna bók. Callum finnur Hallgrím í lappi, vel gert hjá Callum. Og hann finnur Júra með nóga tíma, Elvar og Almar fylgjast inn á teiginn. Júra tekur Loft á eða hvað, nei, Loftur nær að pota í boltan. Júra dansar með hann, fyrir á vinstri, þetta góð sending! En hann vantaði vantar mann á fjær. Aftur. Enn og aftur. En Sveinn Elias er kominn aftur inn á. Lægi með hann. Hér kemur langur bolti fram á Gunnar Örvar sem í baráttunni við Davíð. Davíð skallar hann á Callum. Og Jóhann Helgi fyrir loftið, þetta væntanlega rangstæða. Nei, láta hann bara fara og Ræko tekur hann. Alexander fer niður, hann hefur fengið hann smá högg, sýnist mér frá Helgi Steinar Andriðsson þarf því að koma inn á. Dómarinn stoppar leikinn, þetta samt ekki höfuðhögg eða hvað? Nei. Hann settist niður hann Alexander. Mjölnir fyrir að syngja inn á með Petta. Já, en við ágættum smettum á þeim líka. Kölluðu hann þetta Júdas þegar hann skokkaði fram hérna á hann. En hún þá væntanlega Alexander að fara að velli það ekki með Helga Steinari, sjúkraþjálfara. Það allir varamenn K.A. að hita upp. Möguleiki að setja inn Halldór Hermann eða Petta eða Ólafur Aron inn á miðuna. Já, við erum með 3 miðjumenn á bekknum. Callum reymar skóna, meðan Pétur lætur bolta væntanlega detta fyrir Ræko í svona dómarakasti. En ég held að, ég þekki kannski regla, má Ræko taka með höndum eða? En Ræko með hann. Hann má taka með höndum. Já, hann má greinlega taka með höndum. Það komið staðstík á því. Það gott. Þáttur að vera dómar og svona þekkjum með gæðareglunar. Og Alexander er kominn aftur inn á. Það er löng spyrna hjá Ræko. Elvar í baráttunni við Bjarka sem kemur með Inga. Jóhann reynir að taka niður en það er Archie sterkur. Þeir draga Archie niður. Jóhann Helgi stóð fyrir því. Þetta var vel gert hjá Archie, djöfisins skrokkur er hann maður. Hann er gríðarlega sterkur. Já. Það er ekkert hægt að stoppa hann að draga hann bara niður. Það er bara svoleiðis. En það er aukarsmynda K.A. er ekkert að hrúa mönnum inn í teginn þó Davíð Rúnar reynda komið framar en hann er vannur. Grímsir setur vantanlega boltan inn á teginn en það eru... Já, boltinn inn á teginn, það er Elvar í baráttunni við Gauta, nær ekki alveg til hans. Gauti hélt honum, Elvar lendir þarna eitthvað illa, vondir í lagi með hann. En Sandor er snöggur að koma boltanum í leik á Svein Elias en þessi er út af, þannig á K.A. Elli er vonandi í lagi, hann er staðinn upp allavega. Og það er það Ívar. Það er langt kast. Og Grímsir flikkar hann áfram og þetta er innkastið Þórsararnir eiga sem að Loftur Páll býst við að taka. Beint á Reyni setur hann bara beint út af í staðinn og þetta innkast á K.A. Þórsara ná ekki einni sendi, það var alltaf einni sendingu sín á milli núna. Gerðurlega konur í spil hérna. Við tökum okkur tíma að fyrstu leikadriðin eins og er. Langur bolti og Ívar inn á Almar, skemmtilega gert og Almar inn á Grímsa. Þetta er Loftur sem skalla frá og það var Jóhann í baráttunni við Archie. Jóhann fær hendur og þetta er Alexander sem vinnur þennan, vel gert. Og frábærlega gert hjá Grímsa inn á Júra. Júra tekur á rás upp vinstri kantinn. Og Hallgrímur býður sig úti, Elvar og Almar er í teignum. Kemur boltinn fyrir. Það er Gauti sem fyrsti maður sem kemur þessum upp í loftið. Nú er það baráttu boltan. Hallgrímur gerir frábærlega ná hann niður. Sveinn Elias hins vegar kemst inn í þetta og Loftur hreinsa frá. Þetta er beint á Alexander. Og Alexander finnur Hallgrím. Já, Sveinn krækir hann í Hallgrím sem hann fellur við og réttilega aukarsspyrnan dæmt. Þetta var nokkuð gróft en þetta var klaufaskapur hjá Sveini. En það er mótmælan þessum dóm ekki.
Nú er spurning hvað KM gera. Aukaspyrna á kjóslanlegum stað. Sveit brosir ennþá. Já, hann hlær bara að þessu. Hann hlær bara að þessu kallinn. Og hann hefur gaman að þessu. Það er gott. Menn verða að hafa gaman að þessu þeim að gera. En hér kemur aukaspyrna, nú þurfa KM að setja hausinn í þetta eitthvað. Þetta er Gunnar Örvar sem skalla frá. Ívar Örn í baráttunni við Inga Frey Hilmarsson. Og hann dundar á honum fram. Svo kallar vallamark í amerísku fótbolta. Hrannar með nóga tíma, finnur Rækó. Og Rækó losar hann fram. Og þetta gerir Ingi líka vel. Hér lenda þeir saman Jóhann Helgi og Alexander. Og Alexander kveinkar sér. Og menn reiðast hvor öðrum. Jóhann Helgi lætur Alexander heyra það en Alexander liggur sárþjáður eftir sjálfur. Við vissum svo sem að þetta myndi gerast í seinni hálfleik. Alexander er á gulu spjaldi. Hann er á gulu spjaldi og það er spurning hvort að Túfa þurfi ekki að fara að skoða að skiptingu hann inn á miðuna. Já. Eru Þórsarinn að fara að undirbúa skiptingu? Já, mér sýnist það líka. Nei, Kristján Þór Björnsson. Kristján Björnsson segi ég. Já, Kominn það. rocket. Kristján Steinn Magnússon er einhvers staðar í Seattle held ég. Ég held að sem er svo að horfa á okkur. En hér kemur aukaspyrnan frá Jónas Björgvin. Og þeir setja allir sína stóru menn á boxi. Hún er há og hún er beint á Rækó. Fær Jóhann Helga í sig og aukaspyrnu. Já. Þetta var púra brot og enn og aftur keyra þeir í Rækóvits. Þetta er þeirra aðalsmerki Þórsarinn að vera grimmir inn í boxinu. Hvað, Rækó og Jói leikið eftir? Já. Sko, ég verður ekki sé marga leiki með Þórsarinn í sumar en þeir fá oft aukaspyrnum dæmd á sig í þessum aðstæðum en svo er alltaf einn og einn sem verður ekki dæmt á. Já, þetta þurfa KM að gera. Þetta hefur skilað um nokkrum mörkum í sumar og þeir eru með stóra og staðilega leikmenn sem að gefa allt í þetta í skallaboltanum. En vonandi er í lagi með Rækó. Fannar Hafstein sendur að hita upp. Já. 67 mínútur búnar að venjuleg tíma og Rækó liggur. Það er bara endur sína markið á Káa. Já. Við sjáum við það. Eftir hotspyrnu barst boltinn út til Hallgríms hægra megin. Og Hallgrím með nánast fullkomna fyrirgjöf á pönnuna Elvar Árna sem sett hann upp í nær. Rækó virðist verið í lagi, hann er allan að staðinn á lappir. Mjög mikilvægt okkur KM-menn. Já, Sigurli, hvað myndur ekki sko að séu margir mættir hér á leikinn í dag? Herru, ef við ekki að setja þessi 1250 manns. Það er eitthvað nálega lagi. Er það ekki? Já. Ég hefði viljað sjá 1500 en þessi tími, 16. júlí, er ekki allir í sumarfríi. Það er allir í sumarfríi. Svo er reyndar einn meistar að gifta sig líka í Reykjavík. Ég veit það eru margir í brúðkaupi þar, hann er Ragnar Stefán Hjálsson. Óskum honum til hamingju með daginn. Já. Það er mikill meistar að það koma maður. Já. En hér kemur Rækó með spyrnuna. Og það er Alexander í baráttunni. Þetta vinnur Bjarki Aðalsteinsson. Og þetta er reynda beint út af þennan K.O. innkast. Og svo Gauti, þessi beint út af líka eða hvað. Sveit Elias heldur honum inn á að reynda beint á Elvar Árna sem finnur Júræ. Og Júræ bjargar baráttunni við Loft, Júræ gegn Loft, Loftur setur pressa á hann. Vantar K.O. núna á teginn. Júræ er að kloppa hann, vinnur hotspyrnu. Það er vel gert Júræ. Það var vel gert hjá Júræ. KM fór hotspinnu og Þórsar setti alla sína leikmennina á teginn. Já. Gunnar er búinn að stanga tvær spinnu frá. Stóru staðir strákur Gunnar var. Uppalinn KM-maður, skipti yfir í Þóri fyrra. Hér kemur spinna frá Grímsa. Og hún er á næstöngina og hæri bara átt boltinn liggur í teignum. Þetta er Þórsar sem kom sér frá Sveit Elias. Sveindar setur hann beint í Júræ og síðan er það Reynir. Og Reynir setur hann út af í innkast. Jónas Björgur reyndan á honum. Í fjarlæði eru Reynir og Atli Sigurjóns ekki ólíkir á velli. Það er skipting. Það er Kristján Þór Björnsson. Einnig fyrir leikmaður K.A. Hann var fyrirliði K.A. held í öðrum flokk. Er að koma inn á. Og það er Reynir, hinn hárprúði, er að fara út af. Tekur sportteginn á sér. Já.
Þetta eru, verð ég ekki segja, þetta eru ekki sturglaða stærðir. Það eru 6 leikmenn Þórs inn á sem hafa að spila með Káa. Já, þetta er alveg ótrúlegt sko. Það eru 6 leikmenn Þórs sem hafa að spila með Káa. Og hjá Káa eru... 1, nei það ekki bara. Nei, 2 með Pétri. 1 leikmaður sem er inn á sem spila með Þór. Kemur Ívar með kastið, það er Elvar Árni í baráttunni við 2, Gauti skattar hann út af. Svenni næður sem verki. Skúli tekur þennan og setur hann undir bílinn, velgerð Skúli. Kloppaði bílinn, en það er Grímsi með tíma núna, enginn í pressa á hann, einhver misskilningur í Þórsurunum. Finnur Almar í lappir, Almar snýr á, nei reynir að snúa Bjarna, Bjarni gerir vel. Jóhann Helgi fær mann í bakið, gerir vel, kemur á Jónas, Hrannar. Nú koma Þórsarði, þeir eru 4 gegn 3, en sendingin í Jónas er ekki góð, Gunnar Örvar með hann. Finnur Svein Elias hægra meginn, Sveinn 1 gegn Ívari. Sveinn með góða sendingu á Jónas. Og þetta verður Ræko glæsilega, ekki fastur skalli, en stór hætta á ferðum. Já, og Svanni komur þannig mjög gott breyk. Já. En Ræko varði mjög vel hana. Þetta var fyrsta tilraun Þórsara marki í svolítið langa tíma. Kámen eða innkastið. Já. Þetta er hættan við það að við erum að sækja mikið að missa að fá breykið á okkur. Hrannar með innkastið við bóðvanginu að Káa. Inn á bróður sinn. Hallgrímur reynir að snúa Gauta en Bjarki hreinsar út vinstra megin. Það er Júræði bara 1 gegn loft. Júræði heldur honum vinna það hvað? Já, vel gert Júræði. Með Ívar úti, 3 Káamennin á teignum. Júræði gegn 2 kemur boltanum fyrir. Og þetta er Bjarki sem skallar frá. Út á Kristinn Þór, nýkominn inn á hana vinstra megin. Kom hann ekki inn á fyrir Inga eða? Ræko með spyrnuna, Alexander skallar hann lengra. En það er manni sem er tíma til að taka niður. Nei, Ingi er ennþá inn á. Hann kom inn á fyrir Reyni alveg rétt. Ég sagði það rétt á hann. Og það er Inga sem Káa á. Aftast að sína vantar hann mikið. Það er spurning hvort að hann sé búinn að sýnist að vera búinn að breyta eitthvað skipulaginu, hvort þeir séu konum 4-4-2 Þórsarði núna. En hér kemur skatinn, Gauti í baráttunni á loftur við Elvar. Almar fer niður, fær ekkert fyrir sinn snúð. Það er Hrannar í baráttunni Kristinn Þór, nýkominn inn á Kristinn Þór. Ferska lappir, Hrannar bakkar undan honum, fær Hallgrím í hjálpavörðina. En Hrannar gerir vel. Kristinn kemur boltanum fyrir en þetta er aftur fyrir og markspyrna frá marki Káa. Kitty leyfir Pétra að heyra að hann hefði viljað fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna. Það eru 17 mínútur eftir að venja leiktíma. Ræko með spyrnuna. Hún er langt fram völlinn og hér er Alexander í baráttunni við Loftur vinnur þennan. Og er komin fram en Callum les þennan vel, Sveinn les með smá tíma en setur hann beint í lappirnar á Archie. Archie finnur Ívar í lappir og Ívar með langan bolta fram. Þetta er Júræði, enn eitt hlaup frá Júræði hérna gegn Lofti. Júræði með reglulegar áætlunarferðir hérna vinstri kantinn í leiknum. Elvar í baráttunni við 2 manni meðan kemur á Jónas, Elvar er sterkur. Brýtur væntanlega Jónas eða hvað? Nei, Jónas kemur með langan bolta fram. Gunnar Örvar skallaði hennan aftur fyrir síns mér. Já, það var Gunnar Örvar sem skallaði hennan aftur fyrir. Markspyrna frá marki Káa, einhver misskilningur hjá Callum og Ræko þarna. Já. Og það var að skipting hjá Þór önnur. Hver er það sem fer út af? Leikmaður með 10, Sveinn Elias. Sveinn náttúrulega búinn að vera að glíma með pínu meiðsli og kannski hefur kannski getur verið neitt þeirra sterkast vopn í sókninni í dag. Nei. En inn á kemur leikmaður með 15, Guðni Sigþórsson. Þekki ekki til kauða, verða að viðurkenna það. Sveinn fekk náttúrulega höfuðhögg líka á hann. Já, auðvitað. Fekk hann eitthvað höggur. Hannes tekur strax á mótorna þegar kemur út af. Þetta er ungur strákur Guðni Sigþórsson. Konar 2 skiptingar á Donna, enginn á Túfa. 75 mínútur á klukkunni. Ræko með spyrnuna. Þetta er á hausinn á Elvar Árna sem er í baráttunni með Jónas Björgvin. Elvar gerir vel og flikkar inn á Grímsa sem að manni stígur hreinlega brút og Gauti með hættulega sendingu tilbaka á Sándor. En Sándor gerir vel að koma fram. Hér er það Hrannar í baráttunni Jón Helga, gerir vel. Davíð fram á Almar, fær aukaspyrnu eða hvað? Nei, ekki flauta Pétur á þetta þannig að manni hefur nóga tíma. Nú fær Almar rautt spjald eða hvað?
Þetta er svo vitlaust hjá Almari. Þetta er svo vitlaust. Hvaða litur er á spjaldinu? Herri, hann er að dæma á Þórsarana eða hvað? Gult á Almar og Þórsarinn er gjörsamlega trillast. Donnið gjörsamlega trillist. Jónas Björgvin er komin að tala við Túfa. Það er alltaf verða vitlaust á bekknum líka. Og stuðningsmenn Þórsara fattir að henda lausum munum hérna fram. Jónas er brjálaður. Nú þurfa menn að halda haus. Sjáum þetta hérna, endursýnt enn og aftur. Sérðu hérna er einhver barátta, Almar fyrir niður, vildi fá aukaspyrnuna. Og Almar er að standa upp og hann hendi sér niður. Ég sé svona ekki gott að það er snerting. En Almar vænir hann að henda sér niður og hann fær gullspjald. Og Þórsar har aukaspyrnu. Og við skulum orða það þannig að gæslan er allavega hefur í nóg að snúast hérna hjá Möllismönnum. Og stuðningsmenn K.A. kynda þess í Þórsarunum. Úff, Skúli. Já, þetta er að... Nú er það farin að minna á derbíslægina. Já, nú er það farin að minna á derbíslægina. Það er komin hiti í menn, bæði upp í stúku og inn á vellinum. Já. En Þórsarnir eiga hér aukaspyrnu og það er einhver læti hann á teignum. Pétur hefur eins og því dæmdina leik vel. Ég fer ekki ofan að því. En hér kemur spyrna á Jónas, hún er slök. Og það er skalla frá út til vinstri þess að Jóhann Helgi bara til Elvar Árna. Jóhann Helgi er að koma háum inn á teginn. Her er okkar fyrirliði í baráttunni. Fær hann aftur. Ármann Pétur reynir að koma honum í skot. Þetta gerir Hallgrímur vel og Rækó út í þetta væntanlega. Já, vel gert hjá Rækó. Sér leifir svo Jóhann Helgi að finna svolítið fyrir sér. Og ég enda Jóhann Helgi búinn að láta hann finna fyrir því sjálfur. Já. Jóhann Helgi ekki sáttur. Ef einhvern tímann hefur verið talað um steina og glerhús, þá var það við núna. Já, er það eiginlega núna, verður að segja þessu er. Hér kemur Rækó með þjálfa vel á hann hingað til. Langa spyrnu fram á Almar. Almar skallar hann upp á Hallgrími, hendir í innkast. Það standa nánast allir á Þórsbekknum. Mikill hitt í mönnum. Já, mikill hitt í mönnum. Ingi með innkastið. Þetta hittir Kidd ekki, en Davíð nær þessum. Bæjarátta hérna Jóhann Helgi inn á Gunnar Örvar en Callum er á undan í boltan. Reynir að skíla honum væntanlega aftur fyrir. Já, gerir það vel. Og markspyrna frá marki. K.A. Ég hérna ennþá er hann áttum á dómnum aðan hjá Pétri að hvað hann spjaldaði Almar. Þú veist, er þetta ekki annarkvort bara rautt ekki neitt? Maður sá þetta ekki nógu vel. Nei, maður sá þetta kannski ekki nógu vel. En ég er hins vegar farin að efast Vítu, nú er Rækó á guldspjald. Ekki veit sjálfur fyrir hvað. Það voru hann að tveir boltar inn á vellin, þá sparkaði hann bara öðrum boltanum út af. Ég skil þetta ekki. Nei. Ekki koma báðum boltanum inn á sjálfur. Nei. Þannig að... Það er alveg svoleiðis. Kemur spyrnan frá Rækó. Hann er á hausinn á Alexander sem er í baráttunni við Jóhann Helga. Jóhann Helgi stekkur manna hæst, en þetta er beint í innkast, þeir græða ekkert á þessu. Það eru 11 mínútur eftir að mæla leiktíma og við fáum örugglega vænan uppbótartíma. Það er búið að vera pínu pústræðinni seinni hálfleik. Að Júra í baráttunni í loft, Júra gerir vel, skattar hann beint í loft, sem losar hann fram. Ívar með tíma. Alexander fær höggi í höfuð, ekkert dæmt. Það er einhver, nú er Pétur pínu að missa tökkin á leiknum. Já, það færast mikil harki í þetta. Menn eru Þórsarar orðnir ósáttir hérna. Jónas ræðir við aðstofadómarann á góðum auðtónum. Nú er spurning hvort að við förum að fá skiptingu á KM-unum. Er það ekki? Er Jólar Aron að gera sér kláran að það? Sjáum við það fyrir þögunni. Nei, hann reddaði þetta upp. Og það er Halldór Hörmann líka og Bjarki Viðarsson líka. Það er Pétur Heiðar Kristjánsson eða eitthvað sem er að gera sér kláran. Já, það er Petti sem er að koma inn á. Þetta er væntanlega dómarakast. Alexander þarf að fara að velli í smá stund. Eða dæmdan aukaspyrnu þarna á Jóhann Helga. Heyrðist hann flauta tvísvar þannig dómarakast er að ræða. Alexander er búinn að fara í mörg skallaðin vín í dag. Hann er búinn að betra enginn hérna við henni. Heldur betur. Ósérhlífinn. Já, ósérhlífinn, duglegum eindæmum.
Við eigum náttúrulega, við vorum með boltan, þannig að við hljótum bara að spyrna þessu bara í leik hann er ekki eins með hendur uppi, þannig að þetta er alveg bein spyrna. Hann hleypur honum ekki inn á honum Alexander, kemur boltinn inn, Callum og undan, vel gert hjá Callum Williams, frábærlega gert hjá Callum, Callum ekki spilti í feilsporið í dag. Kemur Alexander aftur inn á og kemur spyrna frá Davíð upp á Júrai, þetta er enn ein áætlunarferðin, Júrai tekur hann frábærlega vel með sér og í baráttunni loft nú þá mennin á tein hjá Káa, Júrai gegn loft með tíma, finnur Hallgrím sem fær Guðna í bakkið, Hallgrímur er klókur, inn fyrir á markið og þetta er markspyrna, Elli fær hann í legginn hana. Þetta er Elli konið gott færi. Já, vantaði bara stýra hún á markið Ella. Ég get viðurkennt að Þjóðir í feina þurfa að gera púlsmæli á mig skúli, púlsinn er farin að færast heldur betur ofar. Já. Kemur Alexander vinnu þennan, Nú er ég að hærði Valdi Björn. Já. Á EM. Júra reynda að ná þessum haldur minna og þetta er Þórsara sem Og nú kemur hann að skipta ykkur Káa. Já, skipta ykkur Káa, Pétur Heiðar. Og það er Alexander væntanlega sem fyrir út af. Eða hvað? Já, myndi ég giska Alexander kom út af. Almar niður. Elvar Árni, markaskorarinn, kemur út af, þá kemur væntanlega Gríms upp á topp, eða Petti bara sjálfur, ég veit það ekki. Petti kemur væntanlega sjálfur upp á topp. Já. 8 mínútur eftir að venna leiktíma, Markaskorar okkar Káa. En líklega bættu 4-5 mínútum. Allavega. Vonandi bara 4. Já, Petti fær ekki blíða móttökur frá stuðningsmönnum Þórs. Hann var lengi vel í rauðu og hvítu, hann Petti. Já, bótar í húð og hár en hefur vaxið okkar Káamönnum heldur betur ásmiðin. Hann er frábært viðbót við Káaliðið og kemur skemmtilega inn líka starfi í Káa, yngri flokka starfi. En hér er það Archie í smá vandræðum, Gunnar Örvar sterkur gegn Callum. Callum losar út og það er enga sem Þórsararnir eiga. 2 boltar inn á dómari. Já, ok. Jónas Björgvin með innkast. Og það er háað í stúkunum núna, Alexander í baráttunni, þeir flikku sinn. Callum og Ívar, þetta er hotspinna. Hotspinna sem Þórsararnir eiga, þeir hafa verið stórhættulegir í leiknum. Kristinn Þór Björnsson spyrnum að góða, ætlar að fara á vettvang og taka þetta. Hann kemur með einsvinginn. 83 mínútur á klukkunni. Og Þórsararnir eiga hotspinnu. Hún kemur hér, hún er slökk á næstu önd, Davíð skallar frá. Og það er innkast sem Þórsararnir eiga. Sem að Jónas kemur og tekur. Þórsararnir með alla sína menn frammi núna, það er engin sem, Loftur færi sig aðeins aftar. Enda Káamenn líka með engan frammi. Hann grítur þessi ná, Alexander skallar frá, vel gert hjá Alexander. Og Petti losar hann fram, nú þarf Hallgrímur að elta. Nú væntanlega verður mikið kapphlaup, Sandor er með þess að komin í það. Og í Sandor í fyrsta, innanfót þar, á Almar sem tekur hann á kassan. En Manni fljótur að átta sig, finnur Kristinn Þór í lappir. Og það er hárbolti inn og þetta er Callum sem skallar frá. Nú er Júra með tíma og Hallgrím með sér. Þeir eru eiginlega 2 gegn loft hérna. Ok, Júra heyr á þessu. Ívar fær mann í bakið, Rækó í lappir. Gunnar Örvar pressar, hann að Rækó tekur hann. Finnur Júra í skallabaráttinu við Jónas Björgvin. Jónas Björgvin hefur betur eða hvað. Júra gerir vel, Hallgrímur kloppa sig að Jónas. Og aftur! En Jónas vinnur hann. Og Hallgrímur fer væntanlega í bókina. Og lendir hann á skónum hans Grímsson sem er óvilja verk. Þó að brotið hafi verið viljandi en hann hefur ætlað ekki að meiða hann. Hallgrímur kloppaði hann allan tíma. Hann kloppaði eins og reyndi allarskipti. Þetta var og hlóaði hann. Já, hlóaði hann. En það var Kristinn Þór sem að spilta þessu með vinstri. 85 mínútur á klukkunni. Það er ekki gott að brjóta mikið hérna fyrir utan vítategin. Ekki með þetta háasta lið Þórsara inn á. Hér kemur spilnur á Kristni. Hún er inn á tegin. Dettur 1, 2, kemur skallinn. Petti fær aukaspyrnuna eða hvað? Nei, Gunnar Örvar setur hann aftur fyrir. Og Ívar leyfir Pétur að heyra hvað honum finnst. Rækó er að passa sig, Rækó er á gulu spjaldi. Rækó er á gulu spjaldi. Alltaf stressaði að markmaður á gulu spjaldi. Já.
Rækko með spyrnuna. Kemur hátt hérna upp. Eða nánast út af Alexander í baráttunni á loft. Vinnur hana. Og Eysteinn. Gauti leyfir boltasækjunum að heyra hvað hann finnst. Hann er ekki ánægður með þá. Hann var ánægður með það í fyrra í sömu stöðu. Hallgrímur sem pressar Bjarka. Bjarki skiptir yfir á Inga. Þórssonur liggur á núna. KM halda samt áfram að halda pínu á árið pressu. Það er Grímsi sem er komin upp á topp og fettir í tíunni. Kemur Júræ. Og þetta er slögg sendi hjá Gauta. Júræ með tíma. Nú komaði 3-3. Hvað gerir Júræ? Ekki Gauta. Gauta er á gulu spjaldi. Júræ reynir að finna einhvern til lappi. Finnur Hallgrím. Hallgrím er fyrir utan teginn. Finnur Petta. Petti í gullskónum. Petti aftur á Archie. Við hægjum á þessu. Archie og Alexander. Alexander, Archie. Archie fær pressu. Leysir vel úr henni. Og út á Hrannar. Hrannar fær Jónas á sig. Jónas með gróa tæklingu en hittir ekki Hrannar sem betur fer. KM halda boltanum vel. Archie með tíma. Finnur Hrannar. Hrannar, hvað gerir hann? Kemur boltanum hann teginn. Það er Loftur sem skallar frá. En Archie er fyrstum maðurinn í hann. Finnur Hallgrím með lappi Petti með honum. Finnur Petta. Petti fær mann í bakkið. Gerir vel. Petti snýr á Guðna. Fyrir niður, aftur upp. Setur hann á Ívar. Ívar fær mann í bakkið. Gerir vel hann Ívar. Finnur Archie í lappir. KM á að halda boltana vel innan. Þórsarar reyndar að fara að pressa hans í ofalega. Bara Hallgrímur, hann er ekki rángstæður. Hann er í baráttunni. Grímsi er kominn í gegn. Og Sandor gerir vel. En Hallgrímur heldur boltanum. Petti inn í teignum. Og þetta er Almar. Og hann hittir ekki markið. Þvílíkt færi. Dauða færi á Almari. Hann skaut þess ekki markið. Við sjáum með endursýningu af þessu. Sandor með stutta markspyrnu. Gaut upp. Alexander á undan Guðna. Vel gert hjá Alexander. Hann skaut bara Almar ekki boltan. Guðni dettur við. Höfuðmeiðsli Pétur stoppar sennilega. Nei, finnur engan í lappir. Alexander aftur með hann. Guðni ekki ánæður. Þetta innkast á auga Þórsara. Þetta er fair play innkast væntanlega. Eða hvað? Já. Vel gert hjá Þórsarunum. Það er ennþá 0-0 í Keflavík leiknir. 88 mínútur á klukkunni þar. Það er ágætt úrslit fyrir KM-mennið og erum að horfa á það. Hér kemur langur bolti fram. Á Loftur skatta hennar frá. Ívar. Finnur Júræ í lappir. Júræ aftur og Ívar. Ívar með hann fram svolítið langan og það er Bjarki sem eldir og skattar hann aftur á Sandor. Sandor rekur sína menn fram. Gauti fær hann í lappir. Gauti neglir honum fram. Vonaði besta. Kallum vinnur Jóhann í loftinu. Og það er seinni bolti sem Jóhann vinnur síðan. Og það er Guðni hérna út í hægra megin með Alexander í bakkinu, Alexander á spjaldi og við þetta innkast, nei, Þórsarar fá innkast og það er skipting á Káa. Skipting á Þór. Og Káa sem já. Þetta er Orri Gústafsson. Og nei, Donni vill bíða með skiptinguna, þannig að þeir vilja taka innkasti strax. Ólafur Aron er kallar á vettvang líka. En mér sýnist Júræ vera að koma út þegar Káa Orri inn á. Hér kemur sendingin og hún er aftur fyrir hjá Loft Pál. Hún er döpur þessi sending. Hún er döpur þessi sending aftur fyrir endamörk og KM-menn eiga markspyrnu. Þetta er Bessi Víðursson, fyrir leikmaður Káa kom inn á. Og út af fyrir leikmaður nr. 3 miðvörðurinn Bjarki Aðarsteinsson. Þeir eru að fækka, þetta er bara pjúra skipting, miðvörður út, sóknarmaður inn. Það voru rótið 7 fyrir leikmaður Káa, nei 7 fyrir út af. Það voru 6, En þá er Orri Gústafsson inn fyrir væntanlega Júræ. Eða hvað? Nei, ég ætla að Káa að bíða með skiptinguna eða? Nei, Júræ fyrir út af. Orri kemur inn á. Já. Júræ er búinn að vera öflugur hérna vinstra megin í dag. Og það eru 89,5 mínútur á klukkunni. Við fáum slatta viðbót á klukkuna. Pétur gefið þess merki að hann sé búinn að stoppa klukkuna. Júræ tök sér góðan tími í þetta. Við vonum að klappa lofi lóa stundum Káa. Inn á kemur yðnaði maður Orri Gústafsson. Og ég er svona við það að fara að æla skúli. Já, það eru konar, það detti 90 mínútur á klukkuna núna. Þannig að það eru uppbótartími sem er eftir. Já. Og hann verður að lágmarki í 5 mínútum myndi ég giska. Já, sammála því. Hér kemur aukaspyrna á Archie, brýtur á Guðna. KM-menn þurfa að vera duglegir. Hér kemur snögg aukaspyrna upp á Guðna. Petti kemur í pressuna, Guðni í fyrsta.
Petti gerir vel og þetta hornspyrna sem Þórsarar eiga á stórhættulegum stað. Já, Sigurður, hvernig er staðan í hornum í leiknum? Staðan í hornum ég hætti að tella þessu 30 fyrir Káa. Þetta er önnur hornspyrna hjá Þeim í seinni hálfleik, við erum búin að tvær líka. Ætli sé ekki 5-4 í hornum. Gústi kannski með tæknimaður og yfir Káa TV-maður. Hér kemur hornspyrnan á fjárstöngina Rækó. Grípur hann og hendir sér niður. Það eru boltið Rækó. Já, mjög gott, mjög gott. Við sáum ekki hvað var bætt miklu við, er það komið í ljós? Nei. 5 eða 6 mínútur segja menn. Já, Petti skilur hann eftir fyrir Almar. Almar gerir frábærlega. Orri rangstæður. Já, þetta er réttu dómur. Þetta var vel gert hjá Almar og Petta. Petti skilur hann eftir fyrir Almar og Almar var duglegri. Orri vendi línuverðinum á að hann hafði ekki rétt að standa en Orri var nú kominn djöfull langt inn fyrir. Já, það er að hálfbolti, Gunnar Örvar í lofti, Callum líka, Alexander með tíma, skallar hann aftur fyrir sig. Beint á Kristinn Þór, Petti Jónum, vel gert hjá Petta. Og Archie upp í lofti, fær Kristinn á sig og finnur aukaspyrnuna, frábærlega gert hjá Archie. Og Jónas sparkar hann bara í burtu, upp í stúku, það fekar vitlaust að tappa 1-0. Hann ákveður að tefja fyrir Káaminn, okkur Káaminn. Og við erum ekkert að drífa okkur að þessu. Jóhann Helgi ætlar að stilla boltanum upp fyrir okkur verið þess að. Já. Það er mikið í húfi, enda eins og við erum búin að tjónlast á allan leikinn, það er gríðarlega mikið í húfi. Það eru konar 2 mínútur fram yfir nú þegar. Kemur spyrnan fram hjá Davíð. Orri eldir, þetta væntanlega er lúkurnar á Sandor. Orri hendi sér niður. Hann verður að snöggu tilbaka. Petti setur á press á manna, þannig að manni þarf að taka erfiða spyrnum út á Kristinn. Kristinn næri ekki að taka vel við honum eða hvað, jú. En Almar vinnur hann, gríðarlega vel gert hjá Almari. Almar á gulu spjaldi. Vinnur hann, finnur Alexander, sem setur hann á Petta. Petti potar honum út á Archie. Og nú er Orri vel inn í rangstöðunni en Archie kemur upp kantinn. 2 í sig. Archie krossar og fær högg í leiðinni en ekki dæmt nú þó að Káaminn og koma sér í stöðu. Sandor dundar honum fram. Þeir eru að flýta sér Þórsararnir, Ívar í baráttunni, Gunnar Örvar og vinnur hann. Og Hallgrímur með tíma, nú þarf hann að fá brotið bara sér upp. Hallgrímur með tíma ennþá. Á, vel gert á Grímsa, finn niður og fær aukaspyrnuna, frábærlega klókur hann Grímsi hana. Gunnar Örvar veit alveg hvað Grímsi getur hann, hann ákvað bara að brjóta og þá kemur skipting á Káa inn og er að koma Ólafur Aron Pétursson. Og hver fyrir út af? Og 6 mínútur fram yfir sem hann bætti við, það er konar 3. Út af við leikmannum við 7, Almar Ormarsson. Þórsararnir bíða með 3 frammi. Klukkan er stopp hjá Petri. Þannig að væntanlega fyrir 7 frammi við, myndi ég giska. Stuðningsmenn Káa er ánægðir með Almar í þessum leik. Almar elskar þessa leiki. Hann elskar þessa leiki, hann gefur ekkert eftir þessu leik. Ekkert eftir. Hann kemur inn uppalinn Káamaður. Já. Og mikill Káamaður. Mikill Káamaður. Og Káa-fjölskyldu. Gríðarlega mikill Káamaður. Það er hans íslandsmeistari í blaki með Káa tvisvar. Þú er strandblaki einu sinni. En það meina fallegustu Káa á landinu, Pétur Ólafsson. Grímsi. Og eina stærstu. Kemur inn á Orra. Eina stærstu. Og fær aðra aukaspyrnu, vel gert hjá Grímsa. Og eina stærstu. Skúli, ég er bara þannig að hættur að heyra og hættur að sjá hérna hjá okkur pressan og stemmingin og stuðið það mikið. Það er enginn að tegna Káa mun með aukaspyrnu hérna upp í horni. Finnur Alexander í lappir sem að enginn kemur og pressar. Þórsarar fáleiða tilbaka. Hallgrímur gegn Guðna, ungur strákur. Hallgrímur ennþá með hann. Grímsi snýr bakk í markið. Finnur Aron sem getur skotið. Aron er að koma sér í skotstöðu. Archie út á Petta. Petti með tíma. 2 Káamenn inn í bóksinu og Ólafur Aron fyrir utan það. Petti ætlaði að firka hornspyrnu og færa hana! Fílíkur leikmaður hann Pétur. Frábærlega gert hjá Petta hana. Það var klókt. Þetta var mjög klókt hjá Petta, gullfóturinn eins og hann er kallaður. Það eru konar 4,5 fram yfir. Við förum sennilega í 7. Dómarinn sagði að það verið 6 fram yfir og það er búin að vera tafir upp á tímanum. Petti ætlaði að taka hann stutt á Archie og dómarinn segir að drífa sig. Þórsarar með 4 leikmenn upp á vellinum. Já, Archie 1 gegn 2. Þórsarar þetta pirraðir og hann að fá Þórsarar þetta innkast og þeir íta Archie í burtu þarna. Jónas er frekar pirraður, hann má eiga það kallinn. Það er ekkert skrítið. Archie klókur, réttið síðan boltar hana þannig að hann fá ekki spjaldið. Jónas með langt innkast, þetta er beint á Petta. Sem að setur hann Archie, nei setur hann Hallgrím. Hallgrím langar að skora í þessum leik. Hann kloppar hérna loft og er komin á vinstri. Kemur hún síðan yfir á hægri, eða hvað? Já,
Við getum Grímsæfi niður, við tegnum upp aftur og fara hornspyrnu. Nei, þeir haldur inn á. Orri brýtur á Jóhann Helga, frábærlega gert hjá Orra hana. Mjög klókt, því að þeir eru að taka sér tími í sögurspyrnu. Orri mjög klókur. Sandor, boltið þarf að vera kjur þegar spyrnuboltanum. Sem hann er. Og hér kemur langur bolti fram eða hvað, nei, hann er stuttur og Jóhann Helgi flikkar honum áfram. Þetta er Alexander. Hefði getað komið honum að því lappir en náðist ekki. Kapla upp völlinn, Callum gegn Guðna. Callum reyndi væntanlega að skíla honum, gerir það glæsilega. Callum búinn að vera magnaður í þessum leik. Skúli, KM leiksins þínum að til? KM leiksins, ég veit það ekki. Almar er búinn að vera frábær, Alexander er búinn að vera frábær inn í miðjunni. Callum búinn að vera gríðarlega traustur í vörninni. Jóhann Helgi vinnur skallaboltan ekki svo fyrst sem hann vinnur í leiknum og hér kemur annar skallabolti sem Jóhann fer í baráttunni við Archie. Archie gríðarlega sterkur. Ívar í lappir eða hvað, nei, Archie heldur honum áfram. Nú þurfum bara að losa hann fram, ekki missa hana. Nei, nú fá Þórsar aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Þetta er öllu líkindu síðast tækifæri Þórsar í dag. Það er líklega fljótt. Sandor ætla fram, þeir ætla með alla fram. Shit, sorry, afsaki þetta. Stressið er að yfirbuga mig. Það er konar 6 mínútur fram þegar við verðum leiktíma. Og rúmlega það, 6,5. Hér kemur spyrna á Jónasi. Hún er háinn á tegin fjærstöngina á Sandor. Og Orri, hér er innkastofstöðunir. Og hann sprautar af! Og leikurinn er búinn! Við erum búin að vinna! K.A. vinnur Þór! Akureyravelli! 1-0 og við erum með 6 stiga fórust á toppnum! Þvílíkur leikur! Þetta er búið. Áhorfendur, við á K.A. TV þökkum kærlega fyrir áhorfið í dag. Baráttan Akureyri unnin. Og Akureyrabær er gulur í dag. Hann er gulur í dag og gulur í kvöld. Eins og undanfarið ár, K.A. búinn að vinna 3 leiki í röð gegn Þór núna. Og við skulum fá að sjá sigurmarkið aftur. Hér kemur það. Kemur sendingin fyrir Elvar. Skallar hann á nær, þetta er glæsilegt. Og þetta er æðisleg tilfinning. Guðmann fyrstur inn að fagna með sínum mönnum. Ég hitti Guðmann í morgun upp í K.A. heimili og þar sem hann var miður sín að vera meiddur í dag. Hann var alveg miður sín að geta ekki þátt í þessu. En vörnin hélt heldur betur í dag, enn eitt leikur sem höldur hreinu. Og Akureyri er gul og blá alveg fram í september allavega. Þvílíkur sigur. Hann Skúli rölt inn á til að reyna að sækja eitthvað K.A.-mann í viðtal. Spurning hver það verður. Haraldur Ingólfsson, liðsstjóri Þórsara, er þarna takkandi mönnum fyrir leikinn. Já, ég skil það vel að K.A.-menn ætla að þakka áhorfendum fyrir stuðninginn áður en þeim kemur í viðtaltíminn. Þannig að þeir sem vilja heyra viðtal geta hinkrað. Við leyfum myndunum bara að lifa, enda gríðarlega fallega myndir. Þriði taflöku Þórsar í röð. Á meðan K.A. er eftir konur á beinu brautin eftir jafntefli gegn Grindavík í síðasta leik. Þetta eru fallega myndir sem við sjáum hérna. Fjölmargir gullklæddir áhorfendur. Þeir voru frábærir í dag. Þökkum Þórsarum að sjálfsög fyrir góða leik, þetta var hörkuleikur. Barátta tveggja góðra liða. Ég er að vonast til að ég fái hérna einhvern góðan K.A.-mann til mín í spjall. Ég veit ekki hvort að ég og Skúli vorum sammála K.A.-mann leiksins, það er annarkvort Almar Ormarsson eða Callum Williams. K.A.-menn fagna vel hérna fyrir fram að stúkuna með sínum áhorfendum, þetta er alveg æðislegt að sjá.
Minnum á umfjöllun leikinn á KA síðunni innan skams. Highlights-vídeó jafnvel líka. Þó að það hafi ekki verið mikið highlights í dag. Þetta var svo kallaða derbyslagur og lítið ópjön færi. Það er spurning, það er hópmynd og allt. Spurning hvort við gefum viðtali bara på bátinn. Klippum á útsendinguna hér með óska KA-mönnum nær og fjær, innilega til hamingju með sigurinn og þessa forustu í deildinni. Við viljum kannski kíkja á hana í kviðugu hvernig Leiknir Keflavík fór. Það sjá. Samkvæmt mínum upplýsingum fór 0-0 leiklokið. Þannig að KA er efst í deildinni með 26, Grindavík með 21, Leiknir 20, Þór 19, Keflavík 18. Þetta er hörkubarátta framöndan seinni umferðin eftir en KA með 26 til fyrir umferðina. Við hjá KA TV þökkum kærlega fyrir okkur í dag. Við hlupum í skarðið fyrir Stöð 2 Sport sem átti ekki heima gengt. Og vonandi höfum við þjónað ykkur vel áhorfendur góðir. Takk fyrir okkur.